Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Þessi fundur númer 798, haldinn 9. febrúar 2022. Ég segi 17. Bæjarstjórnin aftur farin að funda í staðfundarforminu. Þetta 2 fjarfundi, þannig hefur gengið fyrir sig hér undanfarnar vikur. En það gott að vera komin aftur hér í salinn hjá í Helgafelli, og það sem fyrir liggur eru 13 mál, og venjulegt að forseta fari yfir þau í stórum dráttum. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar, síðan eru það nefndirnar eða nefndin, þessu sinni aðeins 1 fundargerð frá nefndi bæjarins, það skipulagsnefnd. Oftast hafa nú verið fleiri, en þannig liggur þetta núna. Og svo síðast eru 10 fundargerðir til kynningar, og þar eru 5 fundargerðir frá slökkviliði Rauðabakkasveitar. En okkur er ekkert að vanbúnaði að opna umræðu fyrir fyrsta mál á dagskrá, sem er bæjarráð Mosfellsbæjar nr. 1520. Það var fundur sem var haldinn 27. janúar. Það voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta málinu var frestað og tekið fyrir viku síðan, þannig ég leggur til að við ræðum það undir þeirri fundargerð. Það er fundur sem það er mál nr. 1 í þessari fundargerð, stafræn húsnæðisáætlun, en ég ekki orðið laust. Og Anna Sigríður Guðnadóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, ég kem upp undir öðru máli á dagskrá sem heitir svo mikið sem nýting lóðar í Bjarkarholti vegna menningarhús og kirkju. Mér sýnist á þessu minnisblaði sem liggur þarna fyrir að bærinn hafi snúið sér til sóknarinnar þessa viðræður. Ég er samt ekki alveg viss hvernig þessar viðræður hefjast, en þarna er bæjarstjóra falið að hefja formlegt samtal við sóknarnefndina og höfunda vinningstillögunar. Nú þarf ég eiginlega bara að fá smá hjálp við að rifja upp, var þetta vinningstillaga, er það bara einhver skipulagstillaga eða var útfærsla á húsi? Ég mani þetta ekki svo vel, En það sem aðalega ástæðan fyrir ég kemur upp er að ég átta mig ekki alveg á hvað meirihlutinn er að hugsa varðandi hlégarð, menningarhús og svo hvað er verið að hugsa þarna. Ég sé heldur ekki fyrir mér, það er talað um listaskólann, þá líklega er verið að tala um þá kennsluaðstöðu fyrir listaskólann, og ég átta mig ekki alveg á samspilinu, samspilinu þar við þá einhvers konar óheftan aðgang annara að húsnæðinu. Mér langar líka til að fá svör við því hvaða umræður hafa verið kostnaðarskiptingu varðandi þetta, og svo er talað aðeins að reyna að fletta, nú finn ég ekki staðinn sem að stendur, þetta er talið upp ýmislegt sem gæti hugsanlega verið í þessu sem er kallað fjölnota salur í minnisblaðinu, og með leyfi forseta að ég fá að lesa á minnisblaðinu, sem sagt í samtali við sóknarnefndina var spurt það hvort að Mosfellsbær gæti hugsað sér að taka þátt í samvinnuverkefni, sem sé það skilja þannig að sóknarnefndin spyr hvort að Mosfellsbær gæti hugsað sér þetta. Þess vegna held ég að það virki þannig að það hefur verið sóknarnefndin sem gaf sér fram við bæinn, byggingu fjölnota sala sem nýta mætti til safnaðarstarfa, tónleikahalds fyrir starfsemi listaskólans, annarra menningarstarfsemi á vegum bæjarins og félagasamtaka auk trúarathafna. Og þarna fór ég að hugsa hlégarð. Hver er þá hugsunin með hlégarð og uppbygging á hlégarðsvæðinu, og svo trúarathafnir? Hvað er verið að tala um? Er verið að tala um trúarathafnir á vegum þá sóknarina hér, eða er þetta þá opið fyrir önnur trúfélög til þess að nota? Þetta er helstu spurningar sem mér kom í hug, og ástæðan fyrir því náttúrulega eins og
og ég vil bara segja þá fyrir upptökun hérna ástæð fyrir ég spyr þessar spurningar hér en svo ég sit ekki í bæjarráði. Já, við erum að ræða málum 2, Valdimar, þú ætlar að ræða það málum ekki? Já. Gjör svo vel, bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Lítill málsins er svona, lítill hlóðar í Hjartarholti vegna menningarhúss og kirkju. Gjör svo vel. Já, takk fyrir. Ég kemur undir sama máli og ég er nú svona með svipaðar spurningar og bæjarfulltrúi Samfylkingar. Það er í fyrsta lagi sko hver átti frumkvæði þessum viðræðum á milli sóknarnefndar og bæjarins og mér finnst svolítið skrítið sko þessi niðurstaða fundarins að það er sagt að með leyfi forseta ég má lesa niðurstöðu fundarins að það bæjarráð samþykkir með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra að hefja formlegt samtal við sóknarnefnd Lágafells sóknar og höfunda vinningstillögunnar nýtingu lóðarinnar í samræmi við umfjöllunum fyrirliggjandi minnisblaði. Ég fór aðeins og ég man náttúrulega ekki eftir þessu, ég var ekki en ég fór að googla þetta og það er vinningstillaga sem var kynnt árið 2009 og ég fann nú ekki þetta fyrirtæki sem var í fyrsta sæti þarna, ég veit ekki hvort það er til ennþá en ég gerir ráð fyrir það að sé. En mér er svolítið skrítið að sko ákveða það að hefja formlegt samtal við einhvern aðila sem að vann vinningstillögu árið 2009. Svolítið skrítið að fara að byggja hús á forsendum sko ársins 2009 árið 2022. Það væri nær að fara út í það að þarfagreina það okkur vantar í dag og skoða málin út frá því sko. Þannig að mér finnst það skrítið að hefja þetta út frá þessum punkti sko. En ég er svona kannski með þessa spurningu og líka sko hvort að hvað standi til að gera með þetta hús og því að er meiningin það að bærinn borgi húsið og kirkjan sem sagt að sóknin hafi aðstöðu í húsinu hvað með önnur trúfélög og svo framvegis. Og líka þetta sem að bæjarfulltrúi Samfylkinganna nefndi að við erum að fara að byggja upp Hlégarð og hvernig er viðbótin þarna tilkomin. Þannig að mér finnst það mjög margar spurningar og svolítið bratt að hefja þetta á viðtali við eitthvað sem á að fara að hanna húsið. Takk. Þá tekur þessu mál bæjarstjóri og bæjarfulltrúi Haraldur Sverrisson. Gjör svo vel, Haraldur. Já, forseti. Kannski byrja að segja það að ég hef alveg skilning á því að viðkomandi bæjarfulltrúar sem hér spyrja sitja ekki í bæjarráði. En ég er bara að benda á það að það er hægt að fá upplýsingar án þess að sitja þar. Og ef að menn þurfa að undirbúa sig fyrir þennan fund og fá upplýsingar fyrir hann, þá eru hér embættismenn, meðal annars bæjarstjóri og forstöðumaður þjónustu og samskiptadeildar sem hefur með menningarmálin að gera, sérstaklega í fæðingarorlofi menningarfulltrúa sem að geta svara slíkum spurningum. Þannig að það er hægt að undirbúa sig undir bæjarstjórnarfund án þess að þurfa að afla upplýsinga á honum. En svo getur mann rætt upplýsingarnar sem að hafa fengið og velt fyrir sér hvort að það sem þar kemur fram sé skynsamlegt eða ekki. En ég skal samt sem áður að sjálfsögðu svara þessum spurningum eins vel og ég get. Hver talaði við hvern, hver átti eitthvað upphaf. Það var náttúrulega þannig að í deiliskipulagi miðbæjarins er gert ráð fyrir því að á þessari lóð rísi menningarhús og kirkja. Og það er í raun og veru samkvæmt þeirri vinningstillögu sem var líka spurt sem var farið hér í. Það var farið semst í samkeppni, hönnunarsamkeppni hús sem að hýsti þessa starfsemi og þar átti að vera kirkja bæjarins, stór kirkja sem að var í svona dagstaglega svona 300-400 gestakirkja en var í stækkalega svona í ákveðnum tilfellum upp í 600-700 gesta og þá var fyrst og fremst verið að hugsa stóra viðburði eins og jarðarfarir og þá átti að gert með þeim hætti að í kringum kirkjuskipið var sem sagt safnaðar heimilisaðstaða sem var þá átt að breyta eða opna
inn í kirkjuskipið sjálft og þar með gæti sætafjöldi orðið meiri. Það var svona hugmyndafræðin eða pælingarnar á sínum tíma. Og þessi kirkja, hún átti að vera svona tónlistar, aðal tónlistarsalur bæjarins, svona sem að væri þá ekki bara kirkja fyrir trúarlegar athafnir, heldur fyrir tónlist og aðrar uppákomur sem að hentu inn í slíkt rými. Það var líka hugmyndin að bókasafnið sem að hér nú hérna niðri á fyrstu hæð í Kjarna, að það flyttist í þessa nýju byggingu og að bærinn það var líka bærinn staðið fyrir því í þessari byggingu að þar yrði listasalur á svona í anda þess sem hér tengt við bókasafnið hér niðri, en þó vantarlega einhverju leyti stærri, og svo svona annar tónlistarsalur sem var svona tónlistarsalur sem svona sér hannaður fyrir svona 100 til 120 manna salur, sem að ekki ósvipaður þeim sal sem að ef menn hafa séð hann eða komið í hann sem í miðbæ Akranesbæjar með hallandi sætum og slíkt. Og hann var þá líka hugsaður sem þá tónlistarsalur fyrir tónlistarskólan og nýtingu á honum. Og vegna þessara hugmyndafræði allt saman og vegna þessara stöðu sem við verum í varðandi miðbæinn, við erum svona smátt á smátt að komast á endapunkt varðandi uppbyggingu á miðbænum. Núna að fara að rísa beggja megin göturnar Bjarkarhólsins, annars vegar lúkning á þeirri framkvæmd sem þarna í húsinu sem á að víkja, það sé að austan megin Bjarkarhólsins, þar að byggjast upp þar síðasti hluti þess byggingar áfanga. Og svo hér að fara á stað uppbyggingu á öryggisíbúðum fyrir aldraða í Bjarkarholtinu, í næst Þverholtinu, og svo áframhaldandi uppbygging fyrir aldraða í áttina hér að Kjarna. Og svo núna er í gangi hugmyndasamkeppni varðandi miðbæjargarð. Og allt þetta hluti af þessu miðbæjarskipulagi sem var afgreitt og samþykkt hér fyrir bil 10 árum síðan. Og þetta svo svona hornsteinninn í því verkefni, það að segja þessi lóð. Og á þeirri ástæðu kemur inn á spurningu hver talaði hvern. Á þeirri ástæðu hafði bæjarstjóri sambandi formann sóknarnefndar og spurði bara hug sóknarinnar til þessa verkefnis sem að náði ekki fram að ganga á sínum tíma, vegna þess að það breyttust hér mjög skjótt í lofti aðstæður. Kom fyrir fjármálahrun sem breytti ýmsu, meðal annars var kirkjubyggingarsjóður lagður niður í kjölfarið á því, og fjármögnun sem að sóknarnefndin hér hafði fyrir kirkjubyggingunni, hún hvarf. Og svona forsendur stoðir þess verkefnis brustu. Og því að við náttúrulega þurfum að taka ákvörðun það hvað við viljum gera þessu lóð. Og svona hringdi ég í formann sóknarnefndarinnar og það var bara niðurstaðan við myndum hittast, hann og einhverjir úr sóknarnefndinni, hann satt alltaf að ræða þetta þar og í framhaldinu hefum hist á 2 fundum með sóknarnefndinni og í framhaldinu það var þá til þetta minnisblað, þar sem við vildum þá koma því ég og Arnar, forstöðumaður þjónustu og samskiptadeildar, koma því þá inn í umræðina og formi gera það að hvort að það væri vilji til þess að skoða möguleika á einhvers konar byggingu þarna sem væri þá einhvers konar útfærsla á þessari vinningstillögu. Og það er ljóst að kirkjan getur ekki staðið undir þeirri kirkjubyggingu sem að hugmyndin var að reisa þarna því miður. Ég hefði gjarnan viljað að það konsept bara héldi sér. Þetta var mjög metnaðarfullt verkefni og metnaðarfullar hugmyndir sem þarna voru og líka metnaðarfullt samstarf. Og það hefði verið afskaplega gaman að sjá það ganga eftir í sjálfum sér.
En það þarf náttúrulega líka að haga seglum undir vindi og það hafa bara brostið forsendur og breyst aðstæður og þá þurfum við einhvern veginn að vinna úr því. Og síðan líka eins og hérna hefur verið nefnt að hvað með hlégarð, já, það er búið að svona kjölfarið á þessu líka að móta hér nýja menningarstefnu og stefnu og hlégarður skipar þar veglegan sess og tekur við einhverja af því hlutverkum sem var, þó að hlégarður hafi verið að sjálfsögðu líka hluti af menningarstefnu sem þá gildi þegar þetta var í gangi, að þá fær hlégarður veiga meira hlutverk í menningarstefnu bæjarins heldur en þá var hugsað. En það breytir ekki því að það held ég að sé sko hlégarður verður ekki til allra framtíðar eini staðurinn í Mosfellsbæ þar sem að við getum stundað menningu eða haft menningar viðburði. Og til að mynda væri mjög gott að fá þennan tónlistarsal sem var hugsaður í þessu menningarhúsi sem að væri svona mótvægi við og myndi kannski líka bara gera auka fjölbreytileika á tónleikahaldi og menningarviðburðum og hann gæti líka nýst þá listaskólanum sem tónlistarsalurinn fyrir listaskólan. Eins og til að mynda gert upp á Akranesi sem held ég heppnast mjög vel. Þannig að það er eina af hugmyndunum. En kirkjan sko sem sagt, eða sóknir, þeir sem komið hjá sóknarnefndinni, þeir svona veltu einmitt upp þessum hugmyndum, hægt að búa þarna til einhvern sal sem að getur nýst á fyrir fleiri en bara kirkjuna og en höfðu mikinn áhuga á því að koma flytja sína starfstöðvar sem núna hér í Þverholtinu, eru þar með skrifstofur og safnaðar sal, byggja nýja aðstöðu á þessum stað, í þessu, með þessum hætti og þá verður þá líka hægt að nota þann sal fyrir trúarlegar athafnir, þar geti verið altari, við tölum meðal sem það geti verið færanlegt og væri hægt að hafa atburði sem tengdust í hugsanlega jarðarfarir eða hvað eina sem að þarf fyrir slíka aðstöðu. En vilja að slíkur salur sé nýttur eða vilja varpa því fram, nýttur þá í miklu fjölbreyttari hætti fyrir alls konar viðburði sem að tónleika, leiklist, hvaðina, bókmenntakvöld eða hvað með vilja hafa. Það var svo sem við getum rætt önnur trúfélög, það er örugglega hægt að gera það. Þannig að þess vegna skrifum við þetta minnisblað til þess að koma þessu og varpa þessu fram. Þannig að við varum ekki laumupokast í einhvernum fundum sem að okkur þykir ekki rétt að gera, heldur það sé þá sé þetta sé með formgert með þessum hætti og að það komi þá einhver niðurstöður úr þeim viðræðum eða þeim hugmyndum það geta komið inn á borð bæjarráðs og síðan þá inn í menningarmálum nefnd og í hvaða nefndir sem að það var við að éta. Og við höfðum samband við höfundvinningstillögunar þegar við skoðuðum hana á þessum fundi, okkur fannst hún glæsileg og metnaðarfull, hvort það væri með einhverjum hægt að nýta hana, ekki til þess að byggja nákvæmlega sama konseptið eða mannverkið, heldur að nýta hugmyndir sem þar komu fram, til að mynda varandi útlit og eitthvað sem væri hægt að láta verða veruleika og við höfum þá hugað því að halda því samtali áfram og þessir hönnuðir, þeir höfðu náttúrulega mikinn áhuga á þessu verkefni og voru meira að segja tilbúin til þess að svona á eigin kostnað kom kannski með einhverja svona, hvað sé ég, grófa hugmynd, hvort að það væri með hægt með einhverjum hætti að gera þetta svona. Og það sé að við erum ekki að formgera einhverja viðræður við einhvern hönnuð, við erum að formgera þá viðræður við sóknarnefndina. Þannig að það sé að hreinu, það sé ekki misskilningur um það. Að það sé sem sagt gert með þessum hætti að það er tekin ákvörðun það í bæjarráði og samþykkt af bæjarstjórna að tala við söfnuðinn, sóknarnefndinni á þessum nótum og ræða við hönnuðunum hvort það sé möguleiki að nýta
einhver tuta eða einhverja hugmyndir í þessari vinnustölu til þess að gera þetta glæsilegu mannvirki og að ekki bara útlitslega heldur líka bara starfslega séð fyrir okkur hér í bænum. Það var ekkert rætt einhverja kostnaðarskiptingu en það höfðum við ekkert umboð til þess og öðruvísi en það að sóknarnefndin sagði við eigum hér eignir, við eigum hér eignir í Þverholtinu sem að ef við myndum flytja okkar starfsemi í einhvern annan stað þá myndum við sjálfsög selja þær og þannig að þeir hafa einhverja fjármuni, einhvern fjármagn til þess að taka þátt í þessu verkefni en það var ekkert rætt nánar það hvernig það geti leit út. Það er eitthvað sem við erum þá að gera núna í framhaldinu á þessum fundi þegar búið að staðfesta það að vonandi að það megi tala við ef ég hætti að samtala þá er hægt að fara að skoða slíka hluti svona nánar. Já, þannig að ég held ég sem nú búin að fara í gegnum það sem kom fram, bara var að vera að velta fyrir sér. Í mínum huga er það afskaplega mikilvægt að á þessa lóð komi glæsilegt mannvirki sem hýsir glæsilega starfsemi. Þetta er svona, í miðbæjarskipulaginu skiptir þessi lóð miklu máli, svona í heildarsamhenginu. Við erum með náttúrulega framhaldsskólann, glæsilega byggingu, svona við innganginn í miðbæinn. Við erum með miðbæjargarðinn sem að er núna í samkeppni og mun alls efa auka gæði miðbæjarins til mikillar muna. Við höfum lagt mikið upp úr gæðum á byggingum í miðbænum, svo getur maður deilt það hvernig það hefur tiltekist, sums staðar betur en á öðrum, örugglega. Mér skoðstu mörg hús í miðbænum metnaðarfull, kannski önnur minna, eins og gengur og gerist, en þess frekar er mikilvægt að vel takist til við þetta verkefni og þess vegna töldum við rétt að koma með þetta með þessum hætti inn og þá að við gætum þá næstu vikum og mánuði þá svona aðeins, sett meir í kjöt á þessi bein og komið þá með það aftur inn í bæjarráð og bæjarráð getur svo tekið ákvörðun það hvernig það því myndu framvinda og við svona einhvern veginn liggja í augum uppi að við þurfum að leita til annarra fagnefnda varðandi það, klárlega menningarmálanefndar, örugglega skipulagsnefndar, jafnvel einhverja fleiri, umhverfisnefndar, því að þetta skiptir okkur miklu máli að vel takist til og líka bara þá að endurraða þeim verkefnum sem að við hugsanlega viljum hafa á svona stað, í svona húsi, því að það hafa breyst hlutir eins og hér kom fram. Það er til dæmis ekkert endilega víst að það sé skynsamlegt í dag að fara að flytja bókasafnið. Það er bara svona svolítið breyttar forsendur með það. Það fer ágætlega það hér í þessu húsi og starfsemin í þessu húsi hefur breyst. Það farið hér burtu, til dæmis eins og heilsugæslan, það komið meira svona, meiri tækifæri til þess að byggja upp þetta hús á annan hátt og þá getur bókasafnið leikið þar hugsanlega lykilhlutverk. Þannig að þetta er bara svona hluti sem við verðum að velta fyrir okkur í framhaldinu saman og komast að einhverju skynsamlegri niðurstöðu. En það er engin niðurstaða í þessu, þetta er bara svona hugmyndir sem þarna voru ræddar sem okkur finnst rétt að kafa betur ofan í og skoða betur og athuga raunhæfni á og að athuga hvað er hægt að gera til þess að hérna geti risið glæsilegt mannvirki með glæsileg starfsemi. Já, forseti hefur sett sig á bælaskrá, þannig að ég ætla að taka hérna til máls sem óbreyttur bæjarfulltrúi. Það er búið að fara yfir svona hvernig málið er í pottinn búið. Þetta kemur hérna inn á dagskrá þessa bæjarráðsfundar 27. janúar. Þekki nú forsöguna, það var sem sagt haldin, og það er búið að rekja hana hér, það var haldin hérna samkeppni, verðlaunasamkeppni á þessari lóð í miðbænum sem er skilgreind fyrir menningar starfsemi og það var dómnefnd og veitt verðlaunafé og þar var þetta samstarf annars vegar menningarsalur eða menningarhús og eins vegar kirkjubygging í hjarta bæjarins. Síðan gerist það er svo sem heyrst að það sé nú einhver
menn byggir að því að kirkjan muni byggja kirkju, það var þjóðkirkjan sem ætlaði að byggja kirkjuna, ekki Mosfellsbær, vel að merkja, þó að þetta samstarf væri vissulega uppleggið þá. Og síðan gerist það eins og hér hefur verið rakið að það er rætt kallað til samtals við sóknarnefndina til að fyrsta lagi bara fá það skýr svör. Er þjóðkirkjan að fara að byggja hér kirkju í samræmi við þessa vinningstillögu? Svarið var nei og þá bara opna staðan mjög mikið. Það er ekki farið að vísa þetta kirkja en fulltrúar sóknarinnar hins vegar hjá sig eitthvað hugsanlegt eitthvað svona samstarf eins og hefur verið greint hérna frá með þennan sal. Það er bara algjörlega staða í málinu og bara svo ég segi fylgi þínu á leiðar enda, það var sem sagt það samtal á að halda áfram bara til þess að það er alls konar spurningar sem kvikna, nýjar spurningar, hver á að eiga þetta, hvernig verður eignarhaldið, hvernig verður þessu háttað og hver hefur aðkomu og allt svoleiðis, ef þetta verður. Við erum svolítið komin tilbaka, eðlilega vegna þess að það eru gjörbreyttar aðstæður út af því að kirkjan er ekki að fara að byggja kirkju. Það opnast líka möguleikar, annars konar möguleikar og þá kemur náttúrulega, þegar maður að skoða þessa teikningu, veljaðna teikningu og höfunda þeirra, hvaða möguleika sjá þeir í þessu að breyta og þetta er algjörlega byrjunarreit, það var líka eftir að ræða það hér innan bæjaryfirvalda hvað vilja menn fá í staðinn, vilja menn fá hvað í staðinn. Það var búið að nefna bókasafni sem var mikið umræðin þarna á þínu tíma, það myndi flytja. Nú eru svona sjónarmið uppi að það sé kannski bara vel í sveit sett það sem er núna og hjartað í kjarnanum. Þá kemur næsta spurning, en hvað eftir 20 ár, hvernig verður staða þá? Er þá ástæða til að færa bókasafni yfir Þverholtið? Það er búið að nefna Hlégarð sem er náttúrulega eðlilegt því það er nú svo sannarlega menningarhús og nú er það komin í stað þar líka vegna þess að það er verið að endurnýja Hlégarð eins og við vitum og þá koma ýmsar hugmyndir uppi þar líka, bara það út af fyrir sig. Og mínum huga þarf þetta alltaf að spila saman, hvað viljum við sjá þetta, hvað er þörfin, er tónlistarskólinn í þörf fyrir ekki bara sal, heldur eitthvað meira, þannig að það er ýmsum spurningum ósvarað, við erum eiginlega bara komið svolítið á byrjanreit hvað þetta varðar og út af þessu aðstæðum sem mynduðust og hér hefur rækið, en ég finnst það gott að þessi lóð sem í hjartabæjarins, að það er að hefja samtal núna á nýjum forsendum. Fyrsta lagi að það er ljóst að þetta með, eftir þetta enna fund með sóknarnefndarfulltrúunum, ég lág fyrir sókn að það er komin í staða þar og líka ný rödd þaðan, þannig að það er að vera hreyfing á málunni, en þetta málið er algjörlega byrjunastigi. En mér er þetta ágætt að það sé komið á þennan punkt og svo sjáum við hvernig þessu vindur fram. Ég vil lokið máli mínu að sinni og það var fleiri, hérna svo var Svopið orðið á hann. Það er Hafsteinn Pálsson sem byrjum orðið þá síðan Valdimar. Já, svo vel, Hafsteinn Pálsson bæjarfulltrúi. Forseti, mér finnst vera spurning hvort það ekki að útvíkka samtalið og reyna að fá þjóðkirkjuna á borðinu og þó að sóknin standi illa þá er alveg ljóst að þjóðkirkjan á miklar eignir og ætti að geta breytt hluta af þeim í fjármagn til þess að koma upp kirkjum í fjölmennum byggðarlögum þar sem að ekki er viðunandi aðstaða fyrir sókninnar og ég myndi hvetja til þess að það væri sú spurning væri sett í loftið hvort að þjóðkirkjan hafi metnað til þess að það sé kirkja sem að hæfi samfélaginu Mosfellsbæ eða hvort að við erum að horfa á 100 manna og þaðan að minna
sali fyrir kirkju í okkar sveitafélagi sem að áður en við erum búin að fletta blaði í bók verður orðið komið í 20.000 íbúa og það er sérkennileg staða meðan að önnur sveitafélög hérna á höfuðborgarsvæðinu eru með 2, 3 og jafnvel fleiri veglega kirkjur. Garðabær allavega með 2 og Kópavogur, ég man nú ekki fjöldan í fljótu bragði hvað þær eru margar, þær eru örugglega ekki 4 og þannig að þetta er eitthvað sem ég held að ætti að skoða og að kanna hvort að það ríkir einhver metnaður þar á bæ. Þetta er næst til máls bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Valdimar. Takk fyrir, forseti. Ég vil byrja því að segja að ég er nokkuð fylgjandi því að það verður skoðað mjög gaumgæfilega hvort að það sé þörf á menningarhúsi hérna í bænum og ég tel að svo sé. En það þarf náttúrulega að skoða það í bara ljósi þess hversu mikill kostnaður er og tímaramminn. Ég held að við séum svona nokkurn veginn á sömu línu þar og hérna þetta er kannski spurningum hvernig aðferðafræðin að þessu er Það er sagt í þessu minnisblaði að sóknarnefndin eiginlega er að gefa frá sér lóðina Hún bara getur ekki byggt kirkju þarna á þessari lóð og nota benni ég getur mótið því að vera byggt kirkja en það er bara í fínu máli. En sóknarnefndin er búin að gefa þetta frá sér, þá held ég að boltinn sé svolítið hjá Mosfellsbæ og við að taka þið þannig og byrja á því að hafa samtal við bæjarbúa, við aðra nefndir og láta þessa hugmynd aðeins grassera og gera þarfagreiningu á því hvað okkur vantar, hvaða þarfir getur hlékarður fullnægt, hvernig getur við nota hlékar, hvað vantar okkur í staðinn meira. Okkur vantar tónleikasal, okkur vantar aðstöðu fyrir listaskólan og okkur vantar ýmislegt. Þannig að það er ekkert fjarrilegi að fara að byggja menningahús, fara að skoða það og þetta er góður staður fyrir það. Ég veldur ekkert á móti því að vera byggð kirkja þarna, en það er ekki Mosfellsbær. Mosfellsbær er ekki að fara að byggja kirkju. Það verður þó alfarið sóknin og þá þjóðkirkjan sem myndi gera það. Það notum við ekki skattpeninga Mosfellinga í það eitt og sér. En aftur þetta, við þurfum að víkka þetta samtal byggingu á menningarhúsi og það samtal þarf að eiga sér stað meðal Mosfellinga og á þörf og athuga hver þörfin er. Það getur verið að sóknarnefndin og kirkjulegar athafnir verði líka partur af því þegar ef það er vilji til þess hjá Mosfelling. Takk. Þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Anna Sigríður. Anna Sigríður. Forseti, já, ég ætlum bara að byrja að þakka fyrir upplýsingar, þetta er einhverjum upplýsingar frá bæjarstjóra um þetta mál. Mér finnst mjög, að ég ætlum ekki að fara að endurtaka það sem fólk hefur verið að segja hérna. Ég er bara að ítreka það sem að mér finnst mjög mikilvægt. Ef við erum að horfa á það að byggja sal eins og tónlistarsal, að þá verður það að vera hluti af einhverju stórri mynd sem við vitum, þannig við vitum á hvaða leið við erum að fara og í hvaða röð við ætlum að gera hlutinu. Ég ætla að taka kirkjuna algjörlega út fyrir sviga og það þýðir ekkert ég sé á móti kirkjunni, en það er bara ekki sveitafélagsins að byggja kirkju. Og en hins vegar tekið undir það sem ég hefur verið sagt að það er ekkert að því að þeir ýmsu trúfélög hafa aðgang að salarkynnum bæjarins. En mér finnst bara aðalatriði í þessu vera að við séum ekki að dreifa kröftum okkar og við vitum dálítið hvert við erum að fara. Hvað erum við að tala um á Hlégarðssvæði, hvað erum við að tala um hérna. En svo vil ég taka undir það líka með sem flestu sem hér hafa komið upp að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá fallega byggingu sem nýtist öllu samfélaginu sem allra best á þennan frábæra stað. Þess vegna líka þarf að vanda svo vel til þess og þess vegna vil ég líka segja að
ég man ekki einu sinni hvernig þetta leit út 2009, þó ég hafi nú verið hérna viðlóðandi einhver nefndastörf, sko, að sko, ég veit ekki hversu góð hugmynd mér finnst það, að draga það upp, sko, vegna þess að við erum ekki að tala einhverja lóð upp í Desemýri, sko, við erum að tala bara eina, sko, mest áberandi lóð í sveitarfélaginu. Þannig að ég held að þessi heildarsýn varðandi hlékar, hvaða menningarstarfsemi við getum haft þar, hvaða menningarstarfsemi við getum haft á þessum stað, þessi umræða þarf að fara fram og ég tek undir að hún þarf að fara fram á breiðari grundvelli, heldur bara hérna við þetta borð, en hins vegar þá fagna ég því að það sé komin aftur að stað umræðu þessa lóð. Því eins og ég sagði hérna áðan, þá er þetta ekki bara einhver lóð, hérna, þetta er ekki, já, þetta hættar núna. Þá tekur næsta til máls bæjarstjóri og bæjarfulltrúi Haraldur Sveinsson. Blessaður, Haraldur. Já, takk, forseti, bara aðeins að bregðast við þessu sem hér hefur komið fram. Já, Hafsteinn Pálsson, ég er alveg sammála því, það er örugglega verðmæti því að skoða þann möguleika, en það bar hann á góma svo sem í þessu óformlega samtali á þessum 2 fundum, 1,5 tíma samtals held ég sem þeir tóku einmitt með eignir þjóðkirkjunnar kirkjunnar í Mosfellsdal og Mosfell, en þetta er nú einhverja 2 svið eða 2 deildir eða 2 kennitölur eða eitthvað sem þarna er að ræða, en ég held ég hafi nú einmitt nefnt þetta og auðvitað verður það skoðað í þessu samhengi. Það er hjálpar eitthvað til með þetta. Sko, síðan bara varðandi það hvað við erum að gera hér, sko. Ég held að við þurfum ekkert að óttast að við séum að fara hér í einhverja vegferð án tilefni, sko. Við erum fyrst og næst bara að reyna að undirbúa eitthvað, einhver plattform sem við getum síðan rætt nákvæmlega á þann hátt sem að bæði bæjarfulltrúar Samfylkingunnar og Viðreisnar hafa nefnt hér. Og sjálfsögðu þarf það samtal að eiga sér stað. Og ég held ég að nefnda hérna áðan, það kom fram á bæjarráðsfundinum líka, við þurfum að fara yfir það með hvaða hætti, hvað út úr þessu samtali kemur, hvort að það er eitthvað vitrænt eða eitthvað sem við getum skoðað betur, eða þá bara að það sé bara út úr myndinni og þess vegna þá bara að byrja með aukt blað fyrir framan okkur. En bara svo það sé ekki misskilningur það, sko, að kirkjunni var að síma, þetta hafði aldrei gengið það langt að það var búið að úthluta kirkjunni lóðinni. Það var aldrei komið svo langt, það náði aldrei á það stig. Vegna þess að það brustu fjárhagslegar forsendur fyrir verkefninu. Þannig að við þurfum ekki að taka neitt af söfnuðunum eða kirkjunni að þeirra skil einhverju, það er ekkert slíkt. Hins vegar er náttúrulega þessi vinningstillaga til með þess bæði sem eiginlega hvort tveggja, sko, svona arkitektúrleg, sem sagt svona bygging og svo hugmyndafræðileg, það er að segja starfsemi og auðvitað er örugglega mismunandi skoðunar að því hvað fólki finnst fallegt, en þetta var vinningstillaga sem dómnefnd mat og þetta er að mínum mati glæsileg bygging og hefði sómt sér vel á þessum stað, en kannski er það bara einhver útópía, það sé að nýta eitthvað úr því í þetta, það bara, ég held að taki nú ekkert langan tíma að komast að því hvort að það sé einhver raunveruleiki á bak við það ekki, og ef ekki þá þurfum við bara að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. En allavega ég held að þetta sé ágætt að svona fara ofan í þetta áleika, þá bara til að klára þetta samtal ef það leiðir þá ekki til neins, það er að segja við kirkjuna, og það sé þá allavega öllum sýndur sá sómi í því að það sé þá rætt, því að þetta var jú gengið þó það langt að menn fóru þessa samkeppni sem hvor aðili borgaði nokkrar milljónir á sínum tíma í, þannig að kirkjan borgaði í margt 40-50% í kostnaði við samkeppnina á sínum tíma og bærin hitt. Þannig að við svona athugum þetta, tökum okkur einhverja vikur í það, komum síðan hér inn með einhverja niðurstöður eða ekki niðurstöður í því, og þá getum við tekið ákvörðun um það
hvort að þetta sé eitthvað ábyggjandi eða hvort að við byrjum bara með eitt blað. En hvað sem út úr því kemur, þá alveg ljóst í mínum huga að það þarf að fara með það og ræða það við mjög marga. Þannig að þetta sé þetta sé eins mikil sátt og hægt auðvitað vera aldrei allir alveg sátti, það alls konar skoðanir en allavega það sé reynt að taka tillit til sjónarmiðs og hægt Já, þá þegar næstum mál bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Það er Sveinn Óskar. Forseti, ég kem undir þessu leiðvarandi Bjarkarholti og kirkjubyggingu. Bæjarstjóri ræddi það að það væri hérna deiliskipulag. Þrátt að vera ekki búið að úthlutað lóðinni og þá var kirkjunni lofuð þessi lóð. Og bæjarstjóri er að leitast við að leysa mál sem að virðist snúast að því að búið að leggja niður sjóð sem átti að vera lána í þetta. En við gleymum alveg tímasetningunni hvernig þessu er lofað og hvað þetta búið að taka langa tíma. Það var lofað 2006. Teikningin kemur 2010 til þess að selja ofan í almenning hérna rétt fyrir kosningar og svo hefur ekkert gerst. Engin kirkja. Og auðvitað náttúrulega á öllum þessu tíma er ekki undarlegt að þó að breytist einhverja forsendur hjá kirkjunni eins og leggja niður heilan sjóð. Og ég tek undir það sem Hafsteinn nefndi hérna áðan. Að það er ekki fullt reynt í þessu. Ég kíkti nú á stöðu kirkjunar og hrein eign hennar er 4 milljarðar. Og mér finnst alveg þess virði að sóknarnefndin taki sig saman í andlitinu og klári þetta mál með einhverjum hætti þannig að við full reynum þann möguleika að af þessu verkefni verði. Það er margbúin að selja þetta hérna í pólitíkina að hér eigi að vera kirkja. Og við erum bara einfallega ekki að svara þeirri þörf sem við erum að byggja upp hérna stærri bæ. Og það er bara þörf fyrir meiri þjónustu. Varðandi önnur trúfélög, þá veit ég ekki betur en að þjóðkirkjan hefur verið mjög opin fyrir önnur trúfélög. Og er líklegast eina trúfélagi sem er virkilega opin fyrir aðra. Og ég vil þetta gott samstarfi milli trúfélaga. Þannig að ég sé ekkert að því að kirkjan gæti haldið áfram að reyna að fókusa á að klára þetta verkefni. Og við hérna reynum að gera það með sóknarnefndinni og ef hún er ekki með getur til þess að hafa samband við kirkjuna og ýta við þar, þá þurfum við að hjálpast að í þessu. Það er búið að lofa bæjarbúum kirkju hér. Og það er svona hjákátlegt ferli sem búið að eiga sér stað. Að segja hér að það sé búið að leggja niður sjóð, já þetta var byrjað að ræða þetta 2006. Við erum fyrir það. Og við erum að stækka bæinn og það er engin þjónusta við þá fólk sem vill fara til kirkju og nýta hana hérna í miðbæ og stærri samkomur, enn stærri hópar fermingabarna og svo framvegis og framvegis. Þannig að mér finnst þetta svona uppgjafatónn í þessu. Við eigum að reyna að vinna þetta áfram og leita fjármagns og nákvæmlega eins og við erum að gera í öðrum hlutum hérna sem við þurfum að loka. Og ég segi bara að þetta er tækifæri fyrir okkur að klára þetta verkefni með sóma. Þessi teikningar og þessi hönnun Ask arkitekta er mjög flott og virkilega þess virði að þetta verða veruleika hérna í bænum. Þá tekur næstur til máls bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar hérna bara, með leyfi forseta, að vitna hérna í minnisblaðið sem hér er fyrir fundunum. Leyfi forseta. Hér í neðstu málsgrein þá stendur í ljósi ofangreins er lagt til að bæjarstjóra verið falið að hefja formlegt samtal við sóknarnefndina og höfunda vinningstillögunnar það hvort og þá hvernig væri unnt að vinna í málinu miðað við ofangreinda umfjöllun. Niðurstaða þeirra vinnu verði kynntar bæjarráði og í kjölfarinu verði mótaðar tillögur næstu skref. Þetta er bara mjög skýrt sem hér er og við getum auðvitað talað þetta alveg hér alveg fram og tilbaka en
Allan þá er verið að tala um það að hér sé allan orðið að samtali. Orðið laust. Rétt að fá að segja nokkur orð. Bara kirkja fyrirfinnst enginn, eins og þetta. Kirkja eða ekki kirkja, samkvæmt skilaboðum þeirra sem ráða fyrir þessum efnum, sem eru sóknarnefnd, lágfjársóknar, á ekki að byggja kirkju. Og það snerist samtali hjá tveimur embættismönnum Mosfellsbæjar við fulltrúa sóknarnefndar. Og nefndur kirkjubyggingarsjóður hérna sem mun vera hafa niður. Það er eiginlega staðan sem við blasir. Mosfellsbær ætlaði ekki að byggja kirkju, það var þetta og sveitafélög byggja ekki kirkjur. Alla jafna, þeir geta kannski hlýra til með einhver gjöld og lóðagjöld og svona eins og stundum með í umræðinni og mun nú hvíla á einhverjum eldri bókstaf. En mér sýnist þetta bara að vera staðan, hvort sem að fólki líkar það betur að vera, að skilaboð þeirra sem að fjalla um þessu mál hér í þessu sveitafélagi sem sóknarnefndin fyrir allt sveitafélagið. Þeir koma með þessi skilaboð á þetta formlega samtal við 2 embættismenn Mosfellsbæjar. Það er gott að þetta samtal fór fram, því þá er þessi skýri vilji komin, en svo veit maður ekki hvað gerist, en mér sýnist þetta vera staðan sem að allir þurfa að vinna út frá, og þar að meðal bæjaryfirvöld hér. Ég hef lokið máli mínu og það er mikið verið nefnt í nú, já, það er bókun, við vilja senda á ritara og forseta. Ég lesi bókun hóta þegar ég ásett í lesina, eitthvað þetta venni verið í hljóði hérna fyrst. Ég heyri þér lesina. Já, ég ætla að lesa þessa bókun hér, ég lesa hana hér úr ræðustól. Það er sem sagt bókun frá C. og S-lita, hún er svohljóðandi þetta mál. Það er jákvætt að skoða hvort byggja eigi menningarhús í Mosfellsbæ, hvort sem ráðist verður í svo stóra fjárfestingu á næstunni eða ekki. Það er ljóst að það er þörf á slíku húsi. Hins vegar er skrítið að dusta rykið af 12 ára gamalli tillögu að skoða hvort hún er nothæf eins og bæjarstjóra er falið að gera. Það væri nær að fara í það að byggja menningarhús í Mosfellsbæ og það verði farið í samkeppni hönnun þess sem byggir á þörfum ársins 2022 en ekki 2007 og skoða í samhengi við uppbyggingu Hlégarðs. Þetta er bókun frá C. og S-lista og hún er komin til ritara. Ég svo á að málið sé strætt að þessu sinni, þessu fundi. Þetta mál sem að ber þennan titil, svo ég endurteki það, nýting lóða í Bjartarholti vegna menningarhús og kirkju. En eins og ef ég smá umræðan á það, þá var þetta mál svona alls ekki lokið, en við förum að svona öðrum málum, eða bæjarfulltrúar vilja ræða einhver önnur mál. Þarna voru 8 mál á dagskrá og ég beindi því til bæjarfulltrúa að ræða mál nr. 1 ef þið vilja undir næstu fundargerð bæjarráðs, af því að málum var frestað en á viðlagt. Ég vissi Mikaela Bóra hefur beðið málið. Við erum ennþá í sömu fundargerð. Já, við erum ennþá í fundargerð nr. 1520 frá bæjar og Mosfellsbæjar. Sá fundur var haldinn
27. janúar. Gerðu svo vel, Pétur. Já, takk fyrir forseti. Ég kem undir þriðja máli í þessari fundargerð. Það er sameiginleg svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs 2022 til 2023 á Suðvesturlandi. Það er full heiti. Það hefur reyndar aðeins breyst í meðferð innan stjórnsýsluna, voru því að vera 2021 til 2032, segum 1 ár. Það er bara að því, já, takk fyrir að benda mér á þetta, en á lágvaxin til að sjást vattbárpontu, þannig að óþarf að skikja meira. En já, það er að segja, dagatali heldur ótrúið áfram, þannig að það er þess vegna sem við erum að tala 22 til 33 og þetta er svæðis, eins og segir, áætlun meðhöndlun úrgangs fyrir allt Suðvesturland, það er að segja frá rétt frá Gilsfirði til Markarfljóts, þannig að það er svona stórt svæði og þar býr náttúrulega langt stærsti hluti Íslendinga og þannig að það er greiða mikilvægt. Það sem er kannski svona örstutum það að fyrri áætlun, sambærileg áætlun sem var 2009 til 2020, þannig að og þar meðal annars var kveðið á byggingu gasfjarðgæðastöðva fyrir svæði. Það sem er kannski sagna aðeins í þessari áætlun er svona ólík forveri hennar, er svona þessi svona sameiginlega sýn á viðfangsefni. Það er, og fengu kynningu líka í umhverfisnefnd, það sem ég sitt frá verkefnastjórn áætlunina og það var reynilega satt að menn skiptu svolítið milli sín svæða og það er að segja sorpsamlögin sem taka þátt í að gera þessa áætlun heyrandi þessa verkefnastjórn. Þannig að það er svolítið svona, þessi heildarsýn fyrir svæði týnist aðeins og það er svona kannski aðeins verra þegar er svona því málaflokkur svona umfangsmikið málaflokkur og ástæða fyrir að taka sér saman að gera áætlun er að reyna að sjá fyrir sér svolítið svona heildarbakkan. Það er kannski aðeins svona þyngd út í þessari sýn. Það er svona samandæktið en svolítið hver samanlagið fyrir sig. Eina sem er svona kannski svona helst sameiginlega eða þessar pælingar með hátækni brennslu sem eru reyndar orðið svona þeim stærri undir sérverkefnastjórnun og mögulega með ríkisvald inni, enda hefur umfangið þessara stöðvar margfaldast frá þörfum akkurat þess svæði sem er að tala hérna, það er að segja Suðvesturlandi, yfir svona stærði sem eru þá fyrir Ísland og mögulega vel það. En aðeins aftur tilbaka og þegar fyrir gefi það sem er kannski finnst mér tilefni til að gera athugasemd við þessar áætlun þó að sé komin að svona langt inn í ferli og auðvitað er þetta svona ímynda mér ekkert sem verður breytt í dag en þessi áætlun voru að segja til 12 ára en að stórum hluta er engin áætlun 10 ár af þessu 12. Það er að segja eftir fyrirhugaða lokun Álfsness, urðunarstaðar í Álfsness í 2023 samkvæmt núverandi stefnu eiganda, það er að segja sveitarfélag á Öfurasvæði, þá á að loka í ársbyrjun 2023 eða í árslok fyrirgefið 2023 og taka stórvægilega breytingar núna en það segja ekki í ár, heldur næsta ári en eftir það þá er nefnd og með leyfi forseta þá ætla að vitna í einhverju svona setninga úr málsgreina úr þessari áætlun og þá segir hérna stefndarloka Álfsness fyrir árið 2023 en óljóst er arftaka urðunarstaðarins frá síðu 63 til dæmis
Og aftur, eftir loku urðunarstaði í Álfsnesi mun vanda urðunarstaði sem getur tekið við óvirkum úrgangi til urðunaröfugarsvæðinu og Suðurnesum. Og svo kolli. Þannig að þetta í rauninni svolítið stefi. Þannig að við erum með svona, þessi áform að loka Álfsnes, en hvað svo? Vitum ekki. Og áætlun sem ætti að vera það segir í rauninni ekkert það annað en við erum með no plan. Það svolítið svona verra. Auðvitað áætlunin gerða til þess að endurskoða og besta mál alveg hægt að gera, en það kannski það sem svona sem ég að benda á. Tími rennur fljótt og það og tengist aftur þessi lokun, marglofaða lokun Álfsnes fyrir árslok 2023. Það í rauninni spurning, og ég bókaði þetta sama mál þegar var á fundi umhverfisnefndar í lok nóvember, en það þarf að horfast í augu við það að fyrri áform eða núverandi plan að loka Álfsnes fyrir 2023 sýnist ekki ganga upp. Þannig að þarf bara að taka afstöðu til þessa staðreins og endurhugsa þá hvað þá. Og þannig í þessari sömu áætlun, og ég fer að loka máli mínu, þá leyfi forseta aftur vitna í kafla þaðan. Þá segja nokkri, tala urðunarstaði og nokkri staðir í skoðun, en niðurstaðan staðsendingu líka ekki fyrir. Stoppkostnaður við nýja urðunarstaða sem gæti enst til 50 ára í minnsta hefur verið metið fyrir smjöndi staðsendingar og mikil munur og smá kafli. Gera má ráð fyrir stoppkostnað geti verið á bilinu 2-3 milljarða, auk kostnaður við landakaup. Þar sem við viljum setja almannafé okkar, það ábyrgt og skynsamt bæði fjárhagslega og umhverfislega að fara stofna annan urðunarstað sem ekki til, nota bene, og enginn vill og búin að vera að gera, leyfum mér að segja, dauðaleit af slíkri staðsendingu síðustu 10-12 ár. Á meðan Álfsnes þegar með slík starfsemi, ráðstöfu hönnunarforsendu gerur ráð fyrir að geta nota til 2035 og starfsleyfi í rauninni umhverfisstofnunar til þess, nema með breytingu núna sem urðu fyrir fáeinum ári síðan að beiðni eiganda miklu meira takmörkun. Þannig að það í rauninni það sem ég að velta fram og ekki endilega ætlast til að við finnum út af því í kvöld, en þessi spurning fyrir að orfast svolítið í augum við raunveruleikann og taka næstu skref út frá því. Takk. Já, við ræðum mál nummer 3 á þessum bæjarfundi. Að lesa titilinn hérna, Angur, sameiginleg svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2022 til 2033 á Suðvesturlandi, og Haraldur Sverrisson, þú þetta hérna. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti. Ég vona nú að bæjarfulltrúar hér séu ekki farnir að tala fyrir því að halda urðunarstarfinu Álfsnesi opnu. Ég bara trúi því ekki að sú eining sem að í bæjarstjórn hefur verið það síðustu árin og áratugina sé að bresta. Það afskaplega mikið hagsmunamál fyrir Mosfellsbæ og íbúa þess að urðunarstaðinn Álfsnesi loki, og við erum búin að berjast fyrir því alveg síðan 2013 og reyndar fyrr. Svona áfangarnir hafa verið í eigendasamkomulaginu 2013 og síðan viðaukanir við það sem að var gerður hérna fyrir 2 árum síðan eða svo, og gerir ráð fyrir því að urðunarstaðurinn loki endanlega 2023. Og það í sjálfum sér bara mjög mikið afrek fyrir okkur hér að hafa náð því fram að ganga. Náð því fram. Og ég bara trúi því ekki að einhver hér við þetta borð vilji að framlengja líf urðunarstaðarins í Álfsnesi. Ekki fyrir náð því tekur. En það hins vegar alveg rétt að það ekki alveg ljóst hvernig hlutirnir verða leystir. En það alveg ljóst í mínum huga að urðunarstaðurinn í Álfsnesi lokar. Og
meðan að menn eru að finna út úr því sem að sko hefur svo sem alveg verið nægur tíminn til að gera því að það lá fyrir ákvörðun það fyrir 10 árum síðan eða tæpum 9 árum síðan. En og það hefur ekki staðið á Mosfellsbæ að nema síður sé að það er gert, en það er svo sem ekki kannski yfir jafnmikill áhugi annarra sveitarfélaga, sérstaklega ekki stærsta sveitarfélagsins Reykjavíkur og eigandi landsins í Álfsnesi. Þeim finnst bara fínt að geta haldið áfram að urða þarna fyrir framan nefið og augun og eyrun á okkur Mosfellingum. En það hefur verið alveg skýrt talað á hálfu Mosfellsbæri því og ég vona það að af eins kosti minni hálfu verður það gert hér áfram og ég trúi því ekki að það muni breytast. En það sem liggur fyrir núna allavega, það minnst kosti bráðabirgða á að hefja útflutning á brennanlegum úrgangi. En það er líka í umræðunni að komi svo sem á svona einhvern rekspöl umræðan brennslustöð. En það er ekkert bara brennslustöð fyrir höfuðborgarsvæðið eða Reykjavík, það er þá brennslustöð sem væri þá væntanlega hugsuð fyrir minnst þetta svæði sem getur í með svæðisáætluninni og ég myndi halda bara fyrir allt landið. Það væri skynsemi því og það er minnst á það í þessari svæðisáætlun og það er svona sérstakt verkefni í gangi það. Það er líka verið að skoða möguleikana og búið að vera því hérna undanfarin ár og áratugi með urðunarstaðinn fyrir óvirkan úrgang. Það var komið ansið langt hérna með hérna á söndunum hjá Þorlákshöfn og þar, en síðan skipti það sveitarfélaginu skoðun og það var svona kannski fellin í planinu þá að vera ekki búin að skoða fleiri kosti, en svona trúðu því að það myndi leysast þar, en því miður það gerði það ekki. Það eru viðræður í gangi við hérna Vesturland urðun í Fíflholtum og það er líka verið að skoða staðsetningar fyrir urðunarstað, en í mínum huga einhverjir 2-3 milljarðar fyrir nýjan urðunarstað bara smápeningar í sjálfu sér fyrir það að loka urðunarstaðinn í Álfsnesi og það er bara hlutur sem að við getum ekki boðið okkar íbúum upp á lengur og ég trúi því að við stöndum saman það. Og svo er restu þetta mál. Valdimar Birgisson bæjarfulltrúi beðið málið, kjörstjóri Valdimar, þriðja mál. Takk fyrir það. Ég fagna þessari skýrslu sem er sett þarna fram, eða þessari sýn sem sett þarna fram og allt í góðu með það. Ég held að það er gaman að bera þetta saman við þá sem kom út 2005, hvað við höfum raunum verið farið nokkuð langt fram á við síðan þá. Nú er til dæmis búið að taka það ákvörðun að hætta að urða úrgang, annan heldur en óvirkan úrgang. Það er nokkuð vel komið á rekspöl með það að það er verið að vinna nánast allan lífrænan úrgang. Þannig að það er margt í þessu sem sýnir hversu í raun og veru að einhverju leyti hefur við komið langt fram á veginn. Og það er líka gott að tíunda það sem að verið að gera á þessum stöðum eins og er lýst í þessari skýrslu og það er gott. Eins og það er rétt sem kom hérna fram, það vantar kannski ýmislegt í hana. Það er þetta hvernig við ætlum að ná þessum markmiðum sem við setjum hérna fram og líka það sem bæjarstjóri tíundaði hérna það að það eru ákveðnar deilur upp það hvernig á að leysa á þessu sorpmáli á svæðinu. En ég held að sé alveg klárt að það er vilji okkar Mosfellinga að það verður lokað þessum urðunarstað í Álfsnesi árið 2023. Það sé alveg á hreinu. En hins vegar fagnaði því að þetta verður tekið saman á þennan hátt sem gert var hér. Orðið þetta málum 3. Við kemur að bóra tegur til máls. Yngi þriðja máli. Jönsvöld. Já, borði og hlustendum mögulega eftir vill einhverju Mosfellinga sem gera sig að ganni sínu og horfa á upptöku bæjarstjórnarfund eða
og streymi bæjarstjórnarfundi á upptöku þess. Mér finnst þetta rosalega leiðilegt að vera leiðilegi gæinn. Það er staðreynd. Það er ekki gaman að vera svona sem er að tala leiðilega hluti. Og hér hefur verið tala vilja, og hefur nefnt vilja og vilja hitt og vilja þetta. Ég er nokkuð viss að flesti sem sitja við þetta borð hefur vilja vera annar staðar í augnablikinu, til dæmis á sólarströnd einhver staðar eða einhver staðar að dunda sér við ídíu sem finnst gaman að. Það er ekki staðreynd. Ekki frekar en staðreyndin að sé hægt að loka Urðunarstaði Álfsnesi 2023. Það er inn febrúar raunveruleikans. Það er svoleiðis. Ef við skoðum aðeins af hverju segja það, hvaða heimildi er við fyrir því. Skoðum aftur á bak. Í sumari 2020 það gerðu viðauka við undirrita 7. júlí 2020. Það gerðu viðauka vegandasamkomulagi fyrir það að segja sveitarfélög höfuðborgarsvæðis gera viðauka við þetta samkomulag. Það sem er að kveðja á hvernig á að draga úr urðun, ekki hvernig, það er sagt að eigi að draga úr urðun. Það er tafla þar sem ég leyfi mér að vitna örstuð í. Þarna er til dæmis tala það að fyrir ári 2021, þetta sem er nýliði, megi urða samtals 55.000 tonn. Ég hef því miður ekki fengið endanlega tölu fyrir allt árið 2021 frá Sorpu þrátt fyrir ítrekkaðar beiðnir, en í október, þegar ég spurði þetta, október 2021, þá voru komið þar 80.000 tonn í urðun, nota bene, bara í urðun. Og þar er kannski svona einhvað sem fyrir þá sem eru ekki endilega kunnu þessu flókna málaflokki, er munur á urðunarstaðin í Álfsnesi, og eins og flestu urðunarstaði, en sérstaklega urðunarstaði í Álfsnesi, er tala þó að nafni ekki vitið kynna sér urðunarstaður, er samt ekki allt sem fer þangað er urðað. Þannig að það sem er urðað er aldrei sérstaklega utan og þessar tölur eru 80.000 tonn. Allt sem hefur farið í Álfsnesi, eða þar að segja í október 2021, þannig að þá má svona, ef maður áætlega svona magn sé svipað allt ári, þá má gefa sér að sé svona í kringum 100.000 tonn sem er þá eftir allt ári. Með fyrirvara að þessa tölu við ekki undir höndum fyrir allt ári. En sem er nota bene en það sem við farið inn fyrir hlýði í Álfsnesi, í þetta fyrirbæri sem við köllum urðunarstaði í Álfsnesi, er miklu meira, er í kringum 115.000 tonn. Að því sumt er ekki tali í þessari urðunarpakka. Þar er til dæmis ekki tali gardórgangur, það er ekki tali tróð og niður yfir ökutækja, svona samsafn af efni sem verður eftir að nota yfirlag, það er ekki tali í þessu. Það er ekki tali botnaska frá kölgu sem er nota yfirlag, það er ekki tali steinefni og svo kolli. Þannig að þessi hluti eru til. Það aftur að vera leiðilega gæinn er það að þarf að taka upp rúðþvottavélinni. Það þarf að setja í henni. Það þarf að setja í þvott. Það er mjög fáið sem hafa gaman að því, en það er ekki nóg með að segja, nei, það er búið. Við tökum ekki lengur upp úr rúðþvottavélinni. Ok, hvað þá? Hver er plani? Ætlum við að ætta að borða? Það er munur á vilja og hvað er hægt að gera. Og sveitarfélögin, við veist alveg bara sjálfsagt að fólk vilji vel og trúið mig, ég vil það líka. En og vil gera það sem er skemmtilegt. En ég veit að sumt þarf að gera samt og sveitarfélögin sem slík geta ekki leyft sér
að vilja ekki það sem þeir bera skylda að gera. Og meðal annars, samkvæmt lögum, bera sveitarfélögin ábyrgð á meðhöndlun úrgangs. Alls úrgangs, nota bene. Ekki bara úrgangur sína íbúa, heldur líka úrgang sem myndast í fyrirtækjarekstri innan sveitarfélagsins. Þá eru svona, ég ætla ekki að fara út í flókna umræðu kostnaðarþátttöku íbúa versus fyrirtækja og svona, en ábyrgð á málaflokki sem slíkan liggur á sveitarfélögum og það er ótvírætt. Við spurði sérstaklega til að vera viss fulltrúum verkefnastjórnana sem voru að kynna svæðisáætlun eða drauga svæðisáætlun fyrir umhverfisnefnd Mosfellsbæjar. Og það er þannig. Þannig að það er ekki hægt og ég skil alveg hvað myndu vilja. En það er eins og segi, það sem ég er að benda á að sumuleyti getum ekki leyft okkur að horfa fram hjá skyldum sem liggja, auðvitað má vinna að þeim og í besta mál og sjálfsögðu er fullt búin að gera, fullt hægt að gera til að bæta þessu málaflokki. En eins er aftur, það verðum að horfa og reikna með staðreyndum. Segið, áætlun hinga til, það er ekki nóg að segja við ætlum að loka urðunarstaði. Við þá er að segja sveitarfélögin sem eiga urðunarstaði, ekki bara Mosfellsbær að sjálfsögðu, heldur þessi sveitarfélög sem meðal annars standa að gerð þessara svæðisáætlana sem eru hér til umfjöllunar, þurfa að sammælast og koma með raunverulega áætlani hvað ætlum að gera. Hér hefur nefnt tvennt og fyrir svo ljúkamáli mínu, en hefur verið nefnt tvennt, mjög mikilvægi hluti. Annars er meðhöndlun lífræns úrgangs og bæjarfulltrúi Valdimar sagði að það væri næstum allt saman búin að koma í farveg. Það er ekki alveg þannig, því miður. Það hefur verið gríðarleg skref fram á við stígi með gasjarðgæðastöð, með gæju, svo kallaða. Þrátt fyrir alla svona, vaxtarverki, skulum kalla það, fæðinga og vaxtarverki sem hafa fylgt henni, það er gríðarleg árangur og bara í besta mál. Hins vegar er það eingöngu til meðhöndlunar á lífræna hlutar og heimilisúrgangi. Sveitarfélögin bera ábyrgð líka á þeim hluta sem er það bil jafnstór, svona í raundölum, sem fellur til við rekstraraðila. Og til dæmis í Mosfellsbæ er nú nærtækast að nefna það að Mosfellsbæjar er með stóra alifuglabú hér í bænum og með höndlun á því. Hvað ætlum að gera fyrir þau fyrirtæki? Hvað ætlum að gera með úrgangi þeirra? Hvað sveitarfélög, auðvitað mega þau borga fyrir meðhöndlun, en sveitarfélög verða að koma með svar. Það hefur verið bent að fyrir austan einhverju kjötmjölverksmiðja, það var byggt fyrir þarfi fyrir utan þeir svona, og þess að fara tæknilega í það, en umfangi hennar, starfsleyfi, ef við vorum bara staðreyndin starfsleyfi, dekkar ekki nema það bil helming af þeim magni sem við erum að tala fyrir svæðisáætlun. Hvað ætla að gera við restina? Erum við að flytja það út til brennslu? Það held ég nú ekki. Og eins varandi, þannig að þetta er partur af hluti. Gæja var náttúrulega byggð með það fyrir augum að geta tvöfalda henni. Tvöfalda stöðinni. Við komum þangað og við horfum bara hvaða loftmynd sem er. Búði sem hún stendur á, grjótplani sem hún stendur á, rúma aðra eins byggingu. Það er ekki tilviljun. Heldur var hort á það, að það þyrfti að tvöfalda henni. Hvar er áætlun það? Það er nefnt að hægt að gera í svæðisáætlun sem hefur hér til umfjöllunar, en það er ekki áætlun það. Það er eitt. Það var aftur lífrænan úrgang. Í júli 2021 birtist í fréttum samningu Sorpu við IMI Technologies. Ég fer að stytta. En það er sem er þróunarverkefni sem verið unni meðal annars með sláturúrgangi frá Mosfellsbæ, sem á rætur sín hér, fíturíku sláturúrgangi, og er besta mál
en það er ekki nefnt sérstaklega í svæðisáætlun. Af hverju ekki? Það er ekki nefnt í svæðisáætlun hver er staðan á olíuplasti-verkefni, eða plasti-olíufyrirgeði, plasti-olíuverkefni sem Sorpa fekk heimildi til að fara í samræðu út af. Eða sem nefnt sem möguleiki, en hvað er áætlun? Hver er hugmyndin? Og að lokum, þetta með að flytja út úrgang til brennslu, það er ekki draugalega lausn í því. Við skulum halda því alveg kískert. Enda er rándýrt að gera það, það er ástæðu. Ekki bara það snýst ekki bara að koma mörg þúsund tonna, 20.000 tonna, sem stærði sem fólk almennt mjög erfitt með að sjá fyrir sér, en svona þessi stóri drugga sem geyra með úrganginn í gegnum bæran okkar frá Gufunesi í Álfsnesi í Urðun, það svona það bíl 35 tonn, 35-40 tonn. Þannig að við getum gert svona reikninga sjálfi. Svona stóra skip er svona 120.000 tonn, sem það bíl það sem Urða í Álfsnesi á góðu ári. Þannig að þessar stærðir í huga. En það er ekki bara snýst að flytja, heldur kostnaður snýst móttöku. Brennslu stöðvar í Evrópu eru að loka, til dæmis. Danmörku sem hefur verið stórtæki þessu er með áætlun lokun á sín eigin. Hollendingar eru með mjög hái skattar á þessu, þannig að það er ekki heldur og ég lokimáli með því að segja að það er ábyrgð sveitarfélaga á meðhöndlun úrgangs og ráðstöfun almannafés í besta mögulega farveg. Þannig að skulum fara varlega í hvort tveggja og halda staðreyndum á loft. Takk. Já, það tveir bæjarfulltrúar núna á mælendaskrá. Það næstur Guðmundur Haraldur Sverrisson. Já, forseti, ég ætla að reyna að vera ekki svona langorður, þetta er orðið ansi tæknileg umræða. Ég veit ekki alveg hvort það skýlir sér hér á bæjarstjórnarfundi og efast nú að íbúarnir botninu nokkuð skapaðan hluti í þessu. En það er nú önnur saga. Bara varðandi Gæju og Álfsnes og lokun Urðunarstaðarins og það sem þar er að gerast. Já, það er hárrétt, það var urðað meira árið 2021 heldur en samkomulagið gerði ráð fyrir. En það var gert grein fyrir því bæði stjórn Sorpu og eigendafundum Sorpu og ástæðurnar fyrir því eru einfaldar. Það er COVID. Og svo gífurlega hækkun og raun og veru hvarf til að mynda gámum til útflutning sem varð vegna þess. Og þess vegna var ákveðið að hefja ekki útflutning á Sorpi á árinu 2021 heldur en árinu 2022. Og það þýðir að urðunarkvótarnir, ef maður orðar það þannig, það er það magn sem var heimilað eigendasamkomulaginu á þessum 3 árum, það færist til milli ára. En á ekki að breyta, það er mjög mikilvægt og ég brýni ykkur til þess, líka þá sem að verða hér í þessari bæjarstjórn að loknum kosningum í vor, að gefa ekkert eftir í því. Því að við Mosfellingar erum búinir með okkar hlut í því að hjálpa hérna til með úrgangsmálin hér á höfuðborgarsvæðinu. Og þau verða ekkert löguð, og endurtek það, þau verða ekki löguð nema við stöndum í lappirnar. Að við pössum upp á það að urðunarstaðnum í Álfsnesi verði lokað. Ef við gefum eitthvað eftir með það, þá mun þetta bara halda áfram með sama hætti ár eftir ár eftir ár. Því það er miklu minni áhugi í annarra sveitarfélaga okkar að það gangi eftir. En ég er hins vegar alveg sammála því sem komið fram hjá Mikael Rebora að það og kom ég reyndar fram í máli minni hérna áðan, að það þarf að útfæra lausnirnar betur. Og það að flytja út úrgang, brennanlegar úrgang er ekki framtíðarlausn. Alveg að þeim rökum sem komið hérna fram. En það er mjög mikilvægt að við Mosfellingar stöndum í lappirnar í þessu og ég skora á okkur að gera það núna í þessi bæjarstjórn og framtíða bæjarstjórnin líka. Já, það er nú tveir á mælendaskrá. Það er Hafsteinn Pálsson sem að tekur næstu til máls. Það er þú gerð svo vel hans eða? Já, forseti. Það er þetta með ábyrgðana. Það er alveg skýrt hvar hún liggur og við erum alls sammála um það, held ég. Vandinn er sá að eins og kom fram í máli Haraldar að þetta er í bakgarðinum hjá okkur og áhugi annara á því að leysa þann vanda er minni heldur en ætla mætti og
ég vil meina að ef að hefði verið farið í það verkefni að fullu þunga strax eftir að eigendasamkomulagið var gert á sínum tíma, þá væri búið að finna lausnir á þessu. En það virðist vera og mér virðist vera sem svo að menn hafi hugsað sér að reyna að leggjast á Mosfellinga að þetta yrði nú bara allt í lagi að framlengja þetta og við getum alveg búið við þau vandamál sem að tengjast því að hafa urðunarstaðinn hér uppi húsliðina hjá okkur. Þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Svo er þetta það. Þriðja mál. Forseti, ég vil taka undir með þeim sem hafa sagt að við verðum að standa saman sem einn hópur í að losa okkur undan þessari urðun hérna í Álfsnesi. Og ég fagnaði jafnframt að Mikael Rebora komi hérna og hefji þessa tæknilegu ræðu svona eins og hann gerði. Og hann fór mjög faglega yfir þetta og ég ekki alveg sammála bæjarstjórinn það að fólk geti ekki tekið á móti þessum upplýsingum og hann sé tæknilegt. Þetta er líka staður hérna í bæjarstjórn einmitt til þess að dokumentera hluti. Það er til þess að dokumentera og staðfesta þetta sögulega samhengi. Og ég veit að mjög margir að setja sig inn í þessi mál. Og það er meiri og meiri áhuga á þessum umhverfismálum, þannig að það er margir sem vita mun meira þetta en við höldum. En það vekur athygli að það sem Hafsteinn bendir á, sem ég tek líka undir, að það að gefa eftir er náttúrulega veikleiki í þessu og núna megum við það ekki aftur. Nákvæmlega eins og Haraldur nefndi. Við verðum bara að standa okkar föstu fótum í þessu. Þetta verður að víkja og við munum þurfa að hvaða flokki sem við erum í að standa saman. Nú, umræðum lokið þetta mál á þessum fundi. Það var rætt þarna að ég ekki vorið laust eitthvað af hinum málunum. Bæjarfulltrúi að ræða það. Það er fundagerð bæjarráðs með 1520 sem hér til umfjöllunar. Ég sé enga hendur á lofti. Já, við tökum okkur smá umþóttunartíma. Já. Það voru áfram á dagskrá. Fyrsta málum frestað. Við erum búin að ræða með málum 2 og málum 3. Valdimar, hver er maður? Hver er svo Valdimar? Já, það er hugsa. Það er þú. Herra forseti, ég kem upp undir máli nr. 5, samræming úrgangsflokkunar á höfuðborgarsvæðinu og já, ég ætla nú bara að koma upp og fagna þessu máli, að fagna því að loksins skuli vera að fara að samræma úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu. Það er tími til komin að gera það. Takk. Einhverju fleiri sem vilja ræða það, ég held að Mikael hefur verið sjónaminn undan okkur púlpunni. Já, þá er það ekki að hérna við málum 5. Það er nú við, svo verður. Svo ég lesi það nú upp hérna, titillinn er þessi. Það er fundabóði samræming úrgangsflokkunar á höfuðborgarsvæðinu, flokkunaráætlun. Skilstótti í síðasta máli, en þetta er sérmál og þú eru auðvitað. Já, takk fyrir forseti og getur ekki sleppt tækifæri til að tala um rusli enn einu sinni, en ég tek undir orði bæjarfulltrúa Valdimars. Það er löngu tímabært og margir sem hafa tjáð sig þetta sjálfsögðu og ég held að þar sé íbúar alls höfuðborgarsvæðis fegnir því að sé sveitarfélögin sé loksins að stíga í takt við hugmyndi þeirra, það að segja íbúa, að sé eitt og sama kerfi sem sama hvorum yfir lækjum að sýtur og þannig að það er náttúrulega klárlega fagnaðarefni. Það sem er tengja með augnablik líka við það sem er talað áðan, Ástæður var að tala um hug annarra sveitarfélaga og það er klárlega mikilvægt að í svona máli séu sveitarfélögin samstíga og
þess vegna þarna mikilvægt að sé ekki, og kannski hvatning til áframhaldandi verkefnis, að sé ekki bara viljayfirlýsing, heldur sé skuldbindandi samningur að sveitarfélögin detti ekki að restinni til að fari út fyrir þessi samræmingu. Það hefur áður gerst því miður með stór sveitarfélög sem hafa stigið að spori með Blátunni til dæmis, sem við Mosfellingar voru fyrsti til að innleiða fullum þunga hér á Öfurðarsvæði, á Seltjarnarnesingur. En þannig að sé ekki svigrúm fyrir að rófla við þetta kerfi nema samstiga. Þannig að, já, en annars í besta mál. Einhver sem vil ræða þetta mál, Sveinarskóla, þú náttúrulega búin að biðja málið. Nei, en Hafþór Pálsson. Bæjarfulltrúi Hafþór Pálsson, við ræðum 5. mál. Forseti, já, þetta fagnaðarefni og það kannski rétt að bara halda því til haga. Þetta ekki fyrsta skipti sem að þetta samræmt. Og eins og kom fram í máli síðasta ræðumanns þá heltust sumur úr lestinni og það þarf að vera vinna í því og við þurfum að hafa væntingar til þess, og það þarf að vera vonandi bara verður þrýstingur frá samfélaginu það mikill á öll sveitarfélagin að þau haldi samkomulagið og samræminguna, og það viðfangsefnið. Og þannig að við verðum áfram með þetta samræmt eftir til einhverja framtíðar eftir að samkomulagið er undirritað. Það sé ekki bara pappírsgagn, heldur verði samræming í raun. Og við laust 5. mál. Það kveður sig engin ljós, þá erum við lokið það. Það Jóni laust enn og aftur eða bæjarfulltrúi að ræða einhver mál sem ekki ennþá rætt. 8 mál á dagskrá. Og ég sé enga hönd á lofti, þannig ég lýsa á það fyrir lokið og bæjarfulltrúi séu tilbúin í atkvæðagreiðslu. Þessi staðfesta fundargerðina eins og einstök mál bara með sér, hún staðfest með 9 atkvæðum. Síðan leið vika og aftur komum 50 og nýr mánuður reyndar, 3. febrúar síðastliðinn var haldinn fundur í bæjarráði Mosfellsbæjar, hann um 15:21 og nú þegar hefur bæjarfulltrúi Sigríður Guðnadóttir beðið orðið. Gjörsamlega. Það 5 mál á dagskrá þarna. Það eitt mál sem var frestað frá fyrri fundi eins og ég gat áðan. Já, forseti, ég kem einmitt upp undir því máli, stafræn húsnæðisáætlun sem hafi verið frestað frá fundinum viku fyrr. Og mér langar bara að byrja á að segja að það er ánægjuefni að þessi húsnæðisáætlun sé framkomin. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur, fyrir sveitarfélög, að hafa þessa sýn til framtíðar í hvað varðar húsnæðismálin og húsnæðismálin eru eins og allir vita bara mjög ofarlega á baugi núna og hávart ákall það að stjórnvöld, sveitarfélög og ríkisvaldið sinni þeim málaflokki af þeirri ábyrgð sem rétt er að sýna, enda er það að hafa þak yfir höfuðið mannréttindi. Ríkisvaldið hefur dregið lappirnar en vonandi verður sett fram metnaðarfull húsnæðisstefna á þeirra vegum. En í húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar þá er hún lögð þannig að það er byggt á ýmsum fyrirliggjandi upplýsingum og áætlunum framtíðarþróun og stefnu og það er mjög forvitnilegt fyrir íbúa að kynna sér hana og í henni kemur meðal annars fram áætlun meirihlutans uppbyggingu í félagslega kerfinu. En það er áætlað að selja eina óhagkvæma íbúð árlega og kaupa 2 í stað þeirra seldu. Væntanlega það er talað um að selja það sem er þá óhagkvæmri stærð og þá er væntanlega verið að kaupa 2 sem eru á hagkvæmari stærðum í staðinn.
Nú, það kemur fram í þessari húsnæðisáætlun að að á biðlista eftir íbúð í félagslega kerfinu eru 30 samkvæmt semst upplýsingar sem eru inn í þessari áætlun. Og samkvæmt þá áætlun meirihlutans uppbyggingu félagslega kerfinu, þá mun taka tíma sinn að vinna niður þann biðlista. Það er eitt af því sem maður getur lesið út úr þessari stefnumörkun. Og það eru athyglisverð línurit og stökklarrit í áætluninu sem sýna þetta vel. En athyglisverðast af öllu varðandi þessa húsnæðisáætlun finnst mér vera að bæjarfélagið okkar undir stjórn Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks skilar auðu hvað varðar uppbyggingu námsmannaíbúða, búseturéttaríbúða og það sem kannski er mikilvægast af öllu, uppbyggingu almennra leiguíbúða fyrir tekjulága einstaklinga og fjölskyldur á vinnumarkaði, sem er í brýnni þörf fyrir öruggt húsnæði, leiguhúsnæði. Þannig íbúðakostir eru nauðsynlegir, ekki síst í því ástandi sem við sjáum fram á núna, enda hafa verkalýðsfélögin lagt áherslu á þessi mál og boða enn ríkar áherslu á þau í samhengi við kjarasamningana í haust. Og ekkert líf nú standi hér og segja að við getum redda þessu öllu saman með því að setja inn í húsnæðisáætlun núna uppbyggingu almenna leiguíbúða og þær eru ristnar í haust, auðvitað er það ekki þannig, en ég sakna allra stefnumótunar hvað þetta varðar. Og þessi vöntun á stefnumörkun, hvað varðar þessa tegundir íbúða við gerð skipulagsáætlana, vinnur gegn þeirri stefnu bæjarins að koma til móts við mismunandi þarfir fólks með fjölbreyttu lóðaframboði og eða samsetningu íbúða í deiliskipulagi. Þetta er tekið beint upp úr þessum húsnæðisáætlun. En ég vil segja að þetta er það sem mín helstu gagnrýnispunktar á húsnæðisáætlun meirihlutans, en ég vil bara enda þetta á því að fagna aftur því að við séum komið með þetta á þetta form. Við getum þá borið betur saman á milli sveitarfélaga, til dæmis húsnæðisáætlanir eftir að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur sett fram þetta kerfi og svo er það náttúrulega auðvitað þannig að svona húsnæðisáætlun byggir á spá fram í tíman. Þannig að það að horfa kannski á einhverja tölu sem eiga að taka gildi 2030 til dæmis, hvað það eftir 8 ár, það er kannski til og mikils mælst að fara fram á það að þær séu, hvað ég segja, nú finn ég ekki nú alveg nógu gott orð, kórréttar, ég ætla bara að nota það, því ég finn ekki annað betra. En það er bara gott að þessi húsnæðisáætlun sé komið frá, þessi stafræna húsnæðisáætlun sem að mér skilst að verði svo uppfærð árlega. Orður laust og Arnur Sverrisson bæjarstjóri og bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Það fyrir Björn Veðurfræðingur, ræðu fyrsta mál. Fundi bæjarráðs. Já, forseti, ég tek undir það er ánægjulegt og ágætt að setja þetta fram á þessu formi, þó að það, svona frá mínum bæjardyrum séð, sé nú kannski ekki alveg fullkomið form, vegna þess að þetta er staðlað og kannski ekki mjög auðvelt að koma einhverju stefnu í sjálfum sér á framfæri í svona formi, enda er bæjarfélagið með aðra húsnæðisáætlun sem að gerði hér árið 2019 að mig minnir og er í raun og veru í endurskoðun og samþykkt af hálfu bæjarráðs að endurskoða á mitt síðasta ára að mig minnir og það sú vinna stendur yfir, en tafðist nú aðeins vegna þess að það komu upp áskiljaðar verið skyldur að fylla út þetta form. Þannig að ég sé nú fyrir mér að það verði nú svona tvenns konar húsnæðisáætlanir í gangi, annars vegar þetta form, það kom fram á bæjarráðsfundinum og bæjarfulltrúar hefur alveg getað aflast upplýsing um það, að það var minnst mín skoðun og hann tekið undir hana held ég á fundinum að við heldum okkur líka við það að gera svona
hvað að segja, hennar skriflegu áætlun sem er þá meira stöðluð eða öllu heldur ekki stöðluð heldur útfærð af þörfum þessa sveitarfélags. En þarna eru upplýsingar ákveðnar sem að er örugglega mjög gott að hafa, sérstaklega fyrir húsnæði HMS, stofnunina, svona í sinni áætlanagerð fyrir húsnæðisþörf og annað slíkt á landinu öllu. Og þá kemur kannski að athugasemdum bæjarfulltrúans varðandi bæði félagslegt húsnæði og svo leigubúsetu eða leiguhúsnæði samkvæmt þessum nýju lögum sem voru samþykktir fyrir nokkrum árum þessi mál. Ég held að seint muni biðlistum fyrir félagslegt húsnæði verða útrýmt því miður, og ég er nokkuð viss það að þótt að Samfylkingin væri hér ein í stjórn hér í bænum nokkur kjörtímabil, þá myndi henni ekki takast það. Bara eðlið þeirra er með þeim hætti og að þörfin er mismunandi og breytist frá, og þetta eru breytilegir biðlistar, og ég held að því er haldið fram að Mosfellsbær sé að standa sig illa í þessum málum, en ég bara ekki sammála því. Ég held að hlutfallslega stöndum okkur til að mynda betur heldur en stærsta sveitarfélagið með ýmsum hætti, bæði hvað varðar svona tíma sem fólk þarf að bíða eftir því að komast til að mynda á þessa biðlista og hvernig úr því er leyst af hálfu sveitarfélagsins. En það er örugglega deildar meiningar, en það til að mynda að fjölga félagslegum íbúðum í eigu sveitarfélagsins, sem að þessi áætlun gengur út á að segja einu á ári með því að selja einu og kaupa tvær, og þar með að kaupa þá íbúðu sem að er eftirspurn eftir, þar að segja stundum er eftirspurn eftir stórum íbúðum og stundum minni, að það held ég að sé bara ágætlega metnaðarfullt. Fyrir utan það að síðan er sveitarfélagi að taka sértækar ákvarðanir í fjárhagsáætlun hvers árs líka leigu á félagslegu húsnæði, sem er líka mjög skynsamlegt að gera, einmitt vegna þess til þess að geta haft sveigjanleikann betri og meiri. Og til að mynda í fjárhagsáætlun þessa árs er gert ráð fyrir heimildum sem slíkum, fyrir utan það að selja og kaupa íbúðir. Þannig að það þarf þá að taka allt með í reikningin. Nú hvað varðar síðan leiguhúsnæði, þá er það mjög skýrt í málefnasamningi meirihlutans að stuðla að húsnæði sem slíku og ódýru húsnæði og leiguhúsnæði. Við erum búin að taka ákveðin skref í því og við munum taka fleiri. Ég sem bæjarstjóri hef verið í sambandi við framkvæmdastjóra Bjargs, og það mun mjög fljótlega komin inn í bæjar á svona hugmyndi að tillaga á því hvernig við getum farið í samstarf við það félag, og að því að við erum núna með tækifæri til þess loksins, vegna þess að við erum að skipuleggja og byggja okkar eigin landi, bæði í miðbænum og Helgaholtskverinu, að höfum við möguleika á því að stuðla að slíkri uppbyggingu, og við það verður að sjálfsögðu staðið. Það verður laust bæjarfulltrúa mál númer 1 sem annars er og Haraldur að ræða. Stafræn húsnæðis áætlun. Ég óska eftir fundarliði. Þú óskar eftir fundarliði, já. Það er ekki eftir fundarliði og við gerum fundarliði.
Við hefjum á fund á 9 ágæti bæjarfulltrúar, erum að ræða fundargerð bæjarráðs á 3. febrúar síðastliðnum. Það er fundur með 1521. Það er búið að ræða mál númer 1 sem heitir samkvæmt fundarboði stafræn húsnæðisáætlun og ég gef orðalaust enn það mál. Það kveður sig engin hljóðs það mál og þessu fundi þá er umræðu lokið það. En eins og við gat þarna voru 5 mál á dagskrá og ég gef orðalaust eitthvað af hinum 4. En einhver vilja ræða eitthvað. Það kom okkur tíma bara. Forseti ætlar að taka til máls meðin 3 og sem sagt vekja bara athygli á því hvað það snýst. Það snýst eins og heitir hér á dagskránni fyrirspurn endurbætur á Jónstóttarvegi að Gljúfrasteini. Bara svo ég upplýsi þetta bara aðeins snýst þetta aðkomu að Gljúfrasteini, nýja aðkomu frá vegamótum við Laxnes. Það sem verður farið inn á eldri þjóðveg að íbúðarhúsi sem heitir Jónstótt. Þar er fyrirhugað að gera bílastæði og síðan getur fólki gengið yfir brúna, gömlu brúna yfir þjóðveginn. Þetta er bara mikið þarfað verk því eins og margir þekkja þá hefur verið að fara inn á hlaðið, jafnvel rútur hafa gert það og það er bara eitthvað laust sem að gengur ekki lengur og bara stór háskálega. Það er svo mikil umferð Þingvallaveginn. En eins og bent er fram, þetta er bréf frá stjórn Gljúfrasteins, nýrri stjórn og þarna líka bent á Þingvallaveginn sjálfan en það á samkvæmt plani á að koma þarna hringtorg við þessi vegamót en það er nú ekkert á dagskrána alveg fyrirsjáanlegt en að mínum að þetta er alveg hægt að snúa sér að þessum legg frá vegamótum við Laxnes upp að Jónstótt þar sem bílastæði verið gert. Þetta hefur verið vinnslu hérna á umhverfissviði og í samráði við Gljúfrastein og náttúrulega vegagerðina líka en þetta er mikið og þarft verk. Það kemur líka fram í bréfinu, þetta snýst ekki bara aðkomu á Gljúfrasteini heldur er þetta mjög vinsælt að hefja gönguferðir þarna án þess að vera að heimsækja Gljúfrastein og þá ganga menn mikið upp með Köldukvísl og síðan yfir ána upp á Grímarsfellið og aftur í bifreiðina. Það er gott að þetta komið á þennan stað og þetta var afgreiðslan var svo að það var framkvæmdastjóra umhverfissviðs var falið að upplýsa málshefjanda stöðu og endurbótum á Jónstóttarvegi. Ég hef lokið málum mínu þetta mál, ég hef ekki orðið laust það ef einhver vill ræða það og virðist ekki vera. Er eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða af öðrum málum? Það virðist heldur ekki vera það að ræða. Þannig að forseti víkir sá að bæjarfulltrúar sé tilbúin í atkvæðagreiðslu. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð eins og einstakt mál bregð með sér uppfendir eftir fund og hún er staðfest í 9 atkvæðum. Þá kemur hér löng og mikil fundargerð frá 4. febrúar. Skipulagsnefnd Mosfellsbæjar, fundur númer 558 og eins og við gatum eitthvað fundar, eina fundargerð frá nefnd, það er að segja nefnd bæjarins. Þarna voru 14 mál á dagskrá með afgreiðslu fundur byggingfulltrúa sem er reyndar hér til umræðu og eftir og geta það áður en ég ekki voru laust að mál nr. 8, 9, 10, 11 og 12 þeim var frestað. Þeim var svolítið skild en þeim var frestað vegna tímaskort málið til 8-12. En orðið er laust og nú þegar hefur bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir beðið orðið. Gjörðu svo vel Anna Sigríður. Forseti, takk fyrir. Ég var að reyna að biðja orðið fyrir 2 mál í einu með þessum merkjasendingum. Já, hvað? Nei, grín. Hvaða mál er það, Anna Sigríður? Ég ætla bara að byrja á þessu. Já. Ég er í máli nr. 5. Mál nr. 5, já. Hamraborg deiliskipulag. Bara í framhaldi af umræðum sem hér eru áðan, eru samt aðalegi fundarhléi, að þá ætla ég að benda hér á tillögu sem að áheyrnarfulltrúi Samfylkingar í skipulagsnefnd flutti
á skipulagsnefndarfundi sem hér er til umræðu og ég ætla að fá að lesa þá tillögu með leyfi forseta. Áheyrnarfulltrúi Samfylkingar í skipulagsnefnd leggur til að Bjargi íbúðafélagi verði boðið til viðræðna byggingu fjölbýlishúsanna á Langatanga 11-13. Viðvarandi skortur hefur verið í Mosfellsbæ á leiguhúsnæði og viðræðulegum kjörum fyrir tekjulága einstaklinga og fjölskyldur á vinnumarkaði. Umræddar lóðir liggja vel að þjónustu innanbæjar og að væntanlegri borgarlínu sem hvort tveggja gerir þessar lóðir hentugar til þess konar uppbyggingar. Þarna sem sagt var fulltrúi Samfylkingar að leggja til að Bjargi íbúðafélagi yrði boðið til viðræðna. Nú sem sagt hefur það verið upplýst að bæjarstjóri er í viðræðum við Bjarg sem er mjög ánægjulegt, afskaplega ánægjulegt. En ég vil bara hnykkja á þessari tillögu okkar, hún var sem sé, það kom við hana breytingartillaga frá fulltrúa L-lista að tillögunni yrði vísað til bæjarráðs til skoðunar og það var samþykkt, þannig að ég á von á að þetta fari bara inn í þetta púkk og verði þá væntanlega til einhvers konar afgreiðslu á þeim bæjarráðsfundi þar sem bæjarstjóri mun kynna einhvers konar framhald eða niðurstöðu á viðræðum við íbúðafélagið en ég vil bara lýsa ánægju minni með að þær upplýsingar séu komið fram að þær viðræður séu hafnar en ég ítreka að þarna er rakið tækifæri til þess að koma upp íbúðum í samræmi við reglur almenna íbúðakerfið. Nú allt í einu bara man ég ekki nákvæmlega hvað það heitir. Jæja, en því að þarna er sem sagt á eftir að útfæra skipulag og það er þetta og að því mér var skæta dálítils misskilnings í bókun meirihlutans á fundi skipulagsnefndar þar sem er bókað deiliskipulag fyrir Hamraborg hefur ekki verið samþykkt og enga lóðir fyrir það skipulag verið stofnað og því tillagan ekki tímabært. Það er akkúrat omvendt. Tillagan er tímabær vegna þess að það er framundan vinna við deiliskipulag. Takk fyrir. Orðið er list 15 mál. Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri Bæjarfélagsmáli, í fundarboði heitir það Hamraborg, bandskrift. Já, forseti, ég er svo sem ekkert við þessa hugmynd eða heldur þetta verkefni athuga, hefur það staðið í málefnasamningi meirihlutans núna í 3,5 ár. En mér finnst reyndar þessi tillaga borin upp í rangri nefnd. Því að það er ekki skipulagsnefnd sem að úthluta lóðum með ákveður hvernig það er gert, heldur bæjarráð. Og ég nefndi það nú við formanninn að mér hefði þótt eðlilega að þessari tillögu yrði vísað frá í nefndinni. En nefndin svona vegna þess að það kom svona málsmeðferðar tillaga að vísa þá málunum til bæjarráðs sem að mér finnst nú vera réttu vettvangurinn þá var nú niðurstaða meirihlutans að vera ekkert að hræða í því. En ég vildi nú bara vekja athygli á þessu að þar í mínu viti er vettvangurinn og þó að Samfylkingin eigi ekki fulltrúa eða áheyrnarfulltrúa í bæjarráði þá er það samt mjög skýrt kveðið á það að allir flokkar geta komið og lagt fram tillögur þar og fylgt þeim úr hlaði. Orðið er list þetta mál, 15 mál á dagskrá skipulagsnefndar á 4. febrúar. Enginn er hönd hér, þannig að við svo áðundan þessu lokið. En orðið er frá listum að 5 málin þarna. Þá. Það gefur engin merki ennþá. Annars er ykkur uppáðið. Ég var að spyrja meira. Já, svo vel. Forseti, nú kemur ég upp undir máli númer 7 og ég ætla að taka það strax fram að fulltrúi Samfylkingar í nefndinni hefur sagt mér frá umræðu þetta mál og mér langar bara til þess að heyra það sem ég fór að hugsa þarna er verið að tala um að malbika
veginn, þarna eru reiðleiðir, þetta skarast allt og það er bókað, það er bókað einhvern veginn þannig, með leyfi forseta, ef ég fæ að lesa bara bókunina, skipulagsfulltrúa falið að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við 13. og 15. grein skipulagslaga nr. 123/2010, samkvæmt reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 77.2.2012. Skipulagsnefnd leggur áherslu á að fundin verði sameiginleg lausn á fyrirkomulagi og staðsetningu reiðstígs og hjólastígs í samræmi við ákvæði aðalskipulags. Þarna eru þessi stígar á aðalskipulagi sem og eins og ég skil þá vill Vegagerðin ekkert með þessa stíga hafa. Vegagerðin vill bara malbika veginn. Og skipulagsnefnd felur jafnframt umhverfissvið að vera í samráði við Vegagerðina það. Og gott og vel, en þá bara fór ég að hugsa hvaða samráð er hugsanlegt ef að Vegagerðin ætlar ekkert að koma að þessum stígum og kemur bara og malbikar. Hvernig, ég næ ekki alveg tengingunni, hvernig það samráð gæti verið ef að eins og ég skil þetta Vegagerðin sé alveg þessum með að taka þátt í þessum stígum. Haraldur Þorsteinsson hefði orðið þess og Haraldur Þjóðnættamál. Já, þar sem að formaður nefndarinnar er forfallaður, kem ég nú hér upp. Það náttúrulega ekki þáttakandi umræðanum á fundinum, en af því ég sitt ekki í nefndinni. En ég skil nú málið þannig að sem er búið að standa til í einhver tíma hálfu Vegagerðarinnar að yfirleggja þennan Hafraðarsveg, sem ég held að við getum nú ekkert annað gert en að fagna og eigum nú ekki að standa í vegi fyrir. Það er hins vegar ekki verið að endurgera veginn. Hann er í því vegstæði sem hann er og raun og veru verið að gera svona svipað og var gert við efsta hluta Hafraðarsvegarins frá Úlfarsfellsvegi og hálfa leiðina niður að vatninu. Það er að segja að yfirleggja óbreyttan veg og það er náttúrulega ekki framkvæmt til einhverjar langrar framtíðar. Einhvern tímann þarf að byggja upp þennan veg svona með tíð og tíma, en ég held að þetta sé samt sem að mjög mikið fagnaðarefni fyrir okkur og þá sem þarna er að eiga erindum og ekki síður sem þarna búa í sumarbústöðum eða eiga sumarbústaði. Það er mjög oft kvartað yfir ástandi þessar vegar hingað og ásækjur við hér eða starfsmenn bæjarins skammaði fyrir slælega umhörðum veginn, en það er náttúrulega ríkið að Vegagerðin sem sér veginn, þannig að það er þannig. Í aðalskipulag gerir ráð fyrir reiðstíg og hjólastíg. Það þarf að gera þann reiðstíg og hjólastíg og það er ekki alveg einfalt, sérstaklega ekki ákveðnu stöðu meðfram vatninu því að pláss er lítið og svo hefur Vegagerðin sagt að þeim er ennum komið þetta ekkert við. Kannski með réttu með reiðvegi, þó hefur nú Vegagerðin stundum hjálpað til við svoleiðisverkefni. En hjólastígaverkefni sem eru stoppstígar, þar hefur Vegagerðin stundum til að mynda leiðin hér milli Reykjavíkur og Mosfellsbæjar. Þar hefur Vegagerðin komið með myndarlega að því verkefni. Og ég held að þurfi bara þar sem að nefndin eigi við hér að það þurfi að halda uppi þessari samræðu og þannig að við útilokum það ekki til framtíðar að þetta komi þessar nauðsynlegu samgöngu æðar til framtíðar þarna á þetta svæði. Og þó að við held að það hef ekki verið skynsamlegt að fara að standa í vegi við þessum endurbótum til þess að fá okkur svar við því á þessu stigi en að halda þessu opnu og að kannski takist okkur einhvern tímann að sannfæra Vegagerðina það að þarna væri nú kannski upplagt verkefni, samstarfsverkefni að fara í og okkur hefur stundum orðið áunnist í slíkum verkefnum, þó ekki alltaf en ég held að það sé alveg sóknarfæri í þessu og ég skil svona bókunina svona að mann sé að halda þessu opnu þannig að við getum haldið áfram þessu samtali og komið þessu einhvern tímann í framkvæmd. Já, forseti hefur sett sig hérna á mælendaskrá þetta mál. 7. mál, fundargerð skipulagsnefndar, Hafraðarsvegur, Bandsvík, lagfæringar. Og þetta hefur nú komið ýmislegt fram hérna hjá Önnu Sigríði og Haraldi þetta mál, hvað þetta snýst. Þarna var verið að sækja framkvæmdaleyfi, það er Vegagerðin sem hann hefur rætt hérna áður hérna hjá okkur.
að klæða þennan veg, ekki breyta vegstæðinu. Það er nú oft verið vitnað í þessi veg, þannig er ansi slæmur, það eru grjótið bara kemur upp úr og kalla púk hérna einan tíð. En það er svo sannarlega þörf mikil að klæða þetta og gera leiðina greiðari þarna, það frá vatninu, yfir á Nesjavallarsveg eða þá yfir á Suðurlandsveginn. Þarna er framtíðar útivistarparadís, mínu viti og margra annara, þarna kringum vatnið. Það er nýbúið að samþykkja að gera þarna einhvers konar baðstað. Það var eina hugmyndum frá okkar Mosó. Þarna höfum við sögulega minjar, Hafravatnsrétt og fleira. En það er með aðgengið og umferðina, það eins og bæði Anna Sigríður og Haraldur var að ræða áðan, það snýst ekki þetta framkvæmdaleyfi, heldur það sem að kemur fram hérna í bókum skipulagsnefndar það að huga að þessu hjólastíg og reiðstíg þarna við hliðina og vitna í aðalskipulagi og það er bara mjög mikið mál og það er bara hérna fyrir örfáum vikum síðan var ég akkúrat að ræða þessa stíga eða þennan stíg í öðru samhengi. Það var vegna skýrslu frá reiðanefnd Harðar. Þá var þetta nefnt þessi vegur en það er engin reiðstígur komin ennþá á kortið, ekki ennþá, en hann er samkvæmt aðalskipulaginu og við verðum bara öll að standa saman að halda því til haga. Framkvæmdaleyfi eitt á sér kemur ekki í veg fyrir stígagerð en eins og kom áðan hérna fram líka, það er mjög þröngt þarna. Það eru einkalóðir og vatnið á aðra hönd og fjallshlíðin á hina hönd. En þetta er gífurlega mikilvægt að búa þennan stíg til þannig að það sé ekki bara bílar. Það má búast við náttúrulega umferðin aukist, þetta verður svona góður vegur og þá er mikilvægt að það sé ekki ríðandi fólk þarna á miðjum akveginum. En að sama skapi er það mjög mikilvægt fyrir hestamenn að komast hérðan úr frá öðrum reiðleiðum hérna yfir Hólmsheiði eða hérna yfir Reykjum og ef það ætla að ríða til dæmis inn á Mosfellsheiði í Seljadali þá er þetta leiðin og það fer ekki saman að vera þarna ríðandi á þessum akvegi. Þannig að við vonum að það muni takast þó það hafi ekki tekist í þessari umferð en hérna við heldum þessu vakandi, þessu þarfarmáli. Ég vonast til þess. Ég hef ekki málum um þetta mál, er ykkur bæjarfulltrúi sem þetta ræða það. Hafravatnsvegur lagfæring, þetta var 7. mál á hlutverki skipulagsnefndar. Svo virðist ekki vera þá Við atkvæðum 1 og 5 sér. 1 og 5, já. Við skulum klára mælendaskránna, það er með atkvæðagreiðsluna. Vilja bæjarfulltrúi ræða eitthvert mál sem ekki hefur enn verið rætt í þessari fundargerð? Svo virðist ekki vera. Þá er komið að því að greiða atkvæði. Og það hefur verið óskað eftir því að sérstakri atkvæðagreiðslu málinu 5. Sem ber titilinn 1 og 5. 1 og 5, já var það, já. Bæði málum 1 og 5, já. Ok, þá gerum við það. Og við tökum málum 1 fyrst. Og svo allir séu nú með að venja hvað það snýst. Það ber titilinn Sunnukriki 7, Þorskurinn íbúi, var nú reyndar ekki rætt á fundinum, en niðurstaðan sem við erum að greiða atkvæði vilja bæjarfulltrúi að lesa hann upp hér úr sæti mínu? Já, takk. Já, takk, sem við viljum að gera það. Niðurstaðan sem við munum greiða atkvæði núna á eftir. Ég ætla að lesa þetta hér. Skipulagsnefnd samþykkir að gerð skuli breyting á aðal- og deiliskipulagi sem skilgreinir frekar heimildir íbúðir innan svæðisins. Þetta er sem sagt Sunnukriki 7 og íbúðir.
Skipulagsnefnd samþykkir að kynna skuli skipulagslýsingu fyrir aðal- og deiliskipulagsbreytingu á miðsvæðinu til umsagna samkvæmt 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Samþykkt með 4 atkvæðum. Jón Pétursson fulltrúi M-lista, Miðflokks situr hjá við atkvæðagreiðsluna. Þá er komið að atkvæðagreiðslunni bæði fulltrúar. Þeir sem staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar bara í þessu máli eru berið eftir þann. Það eru 8 hendur, einhverja móti. Það er 1 situr hjá. Þannig 8 staðfesta. En það var líka ósk eftir því að greiða atkvæði 7, málum 7 ekki rétt, 5 afsakið. Já, afsakið. Þá er ég að fara á sama hátt yfir það, svo við veitum hvað það snýst. Titillinn var þessi, Hamraborg, Spannsvík, deiliskipulag. Og, já, þarna voru bókanir, ég ætla að lesa þá bara að slóta sjálf og hreinu lesa niðurstöðu nefndarinnar aftur svo að bæjarfulltrúar viti hvað atkvæðagreiðslan snúist. Niðurstaða nefndarinnar var þessi: innsendar umsagnir lagðar fram og kynntar. Skipulagsfulltrúar falið að vinna drög að svörum athugasemda og undirbúa afgreiðslu skipulagsins. Samþykkt með 4 atkvæðum. Jón Pétursson fulltrúi M-lista, Miðflokks situr hjá við afgreiðslu málsins. Þessi staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar þessu. Það er þarna tillaga sem er samþykkt tillaga að vísa við. Já. Það sem Stefán Ómar leggur til að. Já, afsakið, já. Ég er líka til að Ólafs Inga. Já, það er svo tillaga að samþykkir að vísa henni til bæjarráðs. Já, það kemur í framhaldi. Já, það er ekki rétt að ég lesi þá. Já, það er rétt að byrja. Það var atkvæðagreiðslunni tennulagi þannig að. Nei, já, ef að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar óskar eftir því. Já, óþarfi það er bara liðið. Já, ég ætla að lesa þá bæjarfulltrúar, það er rétt ábending, takk fyrir hana. Það var ekki bara það sem ég las áðan því það kemur þarna fyrsthelga frá áhafnarfulltrúa S-lista og frá Ólafi Inga og síðan kemur breytingatillaga frá Stefán Ómari, fulltrúa L-lista og niðurstaða í þeim hluta var svohljóðandi: skipulagsnefnd samþykkir að vísa tillögu áherslufulltrúa Samfylkingar til bæjarráðs til skoðunar. Hún var samþykkt með 5 atkvæðum. Og þá held ég að okkur sé ekkert að vanbúnaði að greiða atkvæði. Er ekki allir með að nota nú með það að við séum þá tilbúinir og þessum staðfesta niðurstöðu að skipulagsnefnd bara í þessu eina máli er bennur eftir fönd, einhverja móti. Það er saman á áðan, það er einn hjálpræðsla, 8 atkvæði staðfesta. En atkvæðagreiðslan er ekki búinn því að. Hvað er byrjað fyrirtæli? Já, það er að funda. Gratis.
Við hefjum þá fund að nýju og við erum að ræða fundargerð skipulagsnefndar Mosfellsbæjar á 4. febrúar. Ég vil ekki ræða hana því að við erum að koma atkvæðagreiðslu. Við erum búin að greiða atkvæði mál nr. 1. Það var óskað eftir því að greiða sératkvæði það mál. Það var líka greitt atkvæðagreiðsla mál nr. 5. En nú er komið að greiða atkvæði niðurstöðu skipulagsnefndar í öllum hinum málum sem var á dagskrá þessa fundar. Bæjarfulltrúar sem samþykkja það að staðfesta bennina rétt upp hönd og það eru 9 hendur á lofti. Þetta var skipulagsnefndarfundur frá 4. febrúar. Þá er komið að þeim fundargerðum bæjarfulltrúar sem eru til kynningar. Það eru nú 10 talsins. Og við byrjum á byggingafulltrúanum. Það eru 2 afgreiðslufundir frá honum. Fundur nr. 460, þar voru 2 mál á dagskrá, ég gef orðið laust. Þú byrjum ekki að merkja, ég vilja ræða þar mál einhver. Þú verðist ekki vera, þá er sú fundargerð lögð fram. Síðan er fundur nr. 461, afgreiðslufundur byggingafulltrúa, þar voru nú fleiri mál á dagskrá, það er að segja 5 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust og enginn guð þessar hjós og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá kom það öldungaráðið að 6. mál á dagskrá fundarins, öldungaráð Mosfellsbæjar, fundur nr. 28. Það voru 2 mál á dagskrá og það er hér einu hönd á lofti, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Lúðvíksson, er óskað því að taka til máls. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Öldungaráð Mosfellsbæjar. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir máli nr. 2, stefna í málefnum eldri borgara. Í nefndinni hefur við verið að fjalla um stefnuna sem að við gerðum og það sem við höfum verið að ræða hér er í raun og veru markmiðin og síðan aðgerðir. Og bara það er ánægilegt að segja að hér er niðurstöða í þessum 28. fundi að ráðið ræddi þær hugmyndir að góðu aðgengi að upplýsingum og þjónustu í málaflokknum og leið var lagt til að haldinn yrði opinn kynningarfundur málefni aldraðra haustið 2022. Þar sem allir helstu aðilar myndu koma að og kynnt yrði starf fyrir eldri borgara hér í Mosfellsbæ. Þannig að það er mjög ánægilegt að allan koma því af stað og reyna að búa til hér opinn íbúafund fyrir eldri borgara þar sem við getum og á sama tíma allar heilsugæslan að taka þátt í því með okkur. Þannig að þetta verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út af þessu og þetta er þá ein vinnan í þessum að í Mosfellsbæ er búið að vera fjölmargar stefnur og þetta er þá ein liðurinn í því að í aðgerðir á þeim. Árið laust um það mál sem að Rúnar Bragi var að ræða, það var mál nr. 2, fundargerð öldungaráðs. Það byrði sig engin hljóðs og þá lítur forseti svo á að það sé fullrætt á þessu fundi. Það var laust um hitt málið, það er ekkert, það voru bara 2 mál á dagskrá. Það er enginn sem réttur upp hönd, þannig að ég er svo umræðsynni lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Þá er hér eins strætóferð, strætófundargerð, fundur nr. 351 í félagssamlagi strætó BS. Þessi fundur var haldinn í fjarfundi 28. janúar síðastliðinn, hann er nr. 351. Og það voru 9 mál á dagskrá. Það var reyndar bæði fjarfundur og staðfundur. Einhverju voru Hesthálsi 14 í bækistöðum. En Valdimar Birgisson guðvöldur málið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Fyrir forseti. Við kemum upp undir máli nr. 7 í fundargerðinni. Það er sem sagt bréf frá umboðsmanni barna hækkun á fargjöldum fyrir börn og unglinga. Ykkur kannski kunnugt það að í desember á síðasta ári sendi umboðsmaður barna bréf til strætó
og gerði töluverðar athugasemdir við það að þessa hækkun á fargjöldum fyrir unglinga og börn og sagði það hamla þeirra lífi verulega og sérstaklega náttúrulega þeirra barna sem búa við sem sagt eiga tekjulægri foreldra. Þessu bréfi var svarað og umboðsmaður sendi annað bréf vegna þess að hann sagði að það hefði ekki öllum spurningum verið svarað í því bréfi. Og í því bréfi frá Strætó var sagt að það væri aðeins í örfáum jaðartilfellum þar sem að þessi hækkun kæmi niður á fjölskyldum. Umboðsmaður rekur það nokkuð vel í þessu svari að svo er alls ekki. Þetta er líklega 14.000 fjölskyldur sem máli varðar. Og en engu að síður þá er sagt þarna í fundarbóðinu, þá er sagt að stjórnin feli framkvæmdastjóra og stjórnarformaður að svara bréfinu í samræmi við umræður á fundinum. Og nú langar maður að vita hverju voru umræðurnar á fundinum. Hvernig á að svara þessu, á að gera eitthvað í þessu, vegna þess að mér finnst þetta svolítið skrítið að við erum að tala að byggja upp mikið og gott almenns samgöngukerfi og sama tíma erum við einhvern veginn að minnka þjónustuna og hækka gjöldin og letja fólk til að fara í strætó. Þannig að hver voru umræðurnar á fundinum og er eitthvað lausnir á þessu máli? Ég veit ekki, Rúnar Bragi, þú veist að það slutið hennar fund, ekki satt? Já. Það er Rúnar Bragi sem skrifa þér á því? Já, forseti og bæjarfulltrúar, það er rétt, það voru umræður þetta bréf og sjálfsögðu það sem kom fram í því, en stjórnin í Strætó var sammála því að fela formanni og framkvæmdastjóra að svara þá aftur bréfinu í samræði þar umræður. Það var ekki samræmi eða það var ekki niðurstaða fundarins allavega að verða eða lækka sérstaklega gjaldskrána eitthvað út af þessu bréfi sem kemur, eða það var umræðan snerist það að reyna að svara á sem bestan hátt þeirri gjaldskrárhækkun sem varð. Hún er auðvitað á margra mati mjög há á ákveðin aldursflokk, en á sama tíma var gjaldskrá fyrir ákveðin aldur veittur frýr. Þannig að það var rætt það hvort ætti að vera systkinaafsláttur eða eitthvað þannhátt, en stjórnin var sammála það að halda sig við þá ákvörðun sem tekin var og hafi verið kynnt í öllum sveitarfélögum með aðalda Strætó og það sé niðurstaðan. Og við erum mjög þetta mál sem að bæði Valdimar og Rúnar Bragi var ræða og þeir eru þetta sjóðan þegar málið til svo vel. Forseti, ég kemur til sama máli, fundargerð Strætó sem fyrir ekki dagskrárliðurinn var númer 7. Já. Það er athyglivert að fulltrúi Viðreisnar kemur hérna upp og áttar sig ekki á því að hann hefur þegar samþykkt áætlun borgarlínu sem ekki var hægt að framkvæma og ekki nægilega upplýsingar rekstur. Það reyndar að vera að vinna undirbúningi að því, en það er ekki fullnægjandi. Og kemur núna og segir, heyrðu, það eru 14 fjölskyldur sem hafa ekki efni á Strætó fyrir börnin sín út af hækkun á gjaldskrá. Það sem skiptir hér máli er að það er ekki aðeins COVID þarna undir. Því að eina fjölgunin fyrir COVID var fjölgun ferðamanna í Strætó. Og við bíðum þá eftir ferðamönnum núna til þess að létta byrði Strætó. En svo er í aðalskipulagi jafnvel áætlun borgarlínu. Það er fjölgun fólks erlendis frá sem flytur til Íslands til þess að búa hér, sem er forsenda fyrir aðalskipulagi og borgarlínu.
Það sem við erum að tala um hér gjaldskrá hækkun sem kemur mest niður á barnafólki með börn á ákveðnum aldursbili. Ég held að vegna rekstrarstöðunnar og áætlunar í þessum málum sem áformað að fara í og Strætó á eftir að taka yfir, þá mun þessi gjaldskrá hækka enn frekar. Hvers vegna? Það vegna þess að þetta stendur ekki undir sér og mun aldrei standa undir sér. Það náttúrulega eðli þessara fyrirbæris. En þá spurningin, erum við að bæta í með meiri kostnaði á skattgreiðendur og svo framvegis. Innviðagjöld og annað slíkt fyrir að koma til þess að dekka þessa ákvörðun sem enginn veit hvernig endar í rekstri. En það alveg ljóst að fulltrúar Viðreisnar verða að sjá það hér og Sjálfstæðisflokksins líka að það verið að eyða efni fram í ákveðna liði. Það eru kröfur það hjá Strætó að vagnar séu til dæmis ákveðni gerð og mengi ákveðið lítið. Við skulum halda okkur við málið, svo ég segi það skýrt, það snýst bréf frá umboðsmanni barna og gjaldskrárhækkun. Nákvæmlega. Gjaldskrárhækkunin kemur vegna rekstrarins. Svo skeggið sér skilt hökunni, forseti. Það vegna rekstrarins. Og 50% af rekstrargjöldum Strætó eru vegna greiðslu til verktaka. Og ég segi bara, það að biðja lækkun á gjaldskrá fyrir þennan lið, það að biðja hækkun á skött, eða þá að peningarnir komi annars stað frá. Og ég segi bara, þetta angi af sömu vandamál. Ég myndi vilja sjá hérna bara gjaldfrjálsan Strætó. Hvers vegna? Býtu nú við. Gjaldfrjálsan Strætó, vegna hvers? Vegna þess að hann myndi þá fjölga og nýta fjárfestinguna betur. Því að það eru tómir vagnar stöðugt. Og þið sjáu það í skýrslunni sem fylgir undir þessu dagskrárlið. Þannig að ég segi, ef á að vera heiðarlegur rekstur á þessu, vegna þess að almenningssamgöngum mun aldrei skila henni arðsemi, að þá þarf að vera á metnaður það að gera það alla leið. Að lækka einn hóp umfram annan, það bara ekki að virka í þessu kerfi. En auðvitað þurfum við að halda uppi þessu, en ekki að bæta borgarlínu svo ofan á þetta. Nú Strætó komin á stað, síðan það eru 3 bæjarfulltrúar konar að mæla svo 13 árum og við bara höldum áfram með skoðunar Haraldur og Hallur Pálsson. Já, ég reyndar veit ekki alveg hvað var hér til umræðu, sko. Það var gjaldskrá Strætó og hér var allt verið að tala eitthvað allt annað, sko. Nei, ekki að mínu viti, bara með engum hætti og þess vegna viljum kannski bara segja það að þetta nú, og það var rétt sem hérna kom fram hjá bæjarfulltrúanum að þessi strúktúrbreyting á gjaldskrá Strætó var hér kynnt í bæjarráði á sínum tíma. Það var búið að standa yfir lengi, eins og ég skil það, vinna hjá stjórn Strætó að fara yfir gjaldskrána, gera hana straumlínulagaðri og réttlátari og svona vitrænni, ef ég maður kannski orða það þannig. Og þetta var afrakstur þeirra vinnu og framkvæmdastjóri Strætó kom hér á sínum tíma í bæjarráð og kynnti þar og ég minnist nú ekki eftir því að hafa heyrt neinar sérstakar óánægju raddir með það sem það kom fram. Heldur hafi nú frekar verið fólk verið sammála þeim svona áherslum sem þar voru lagðar og ég held að þetta hafi verið þarft verkefni og gott, þó að það hafi í för með sér einstakar breytingar og einstakum hópum. Það er óhjákvæmilegt örugglega þegar menn eru að gera svona einhverjar struktúrbreytingar, eðlisbreytingar og gjaldskrá með þetta markmiði.
En í heild sinni var held ég ekki mjög miklar hækkanir að ræða þótt að hafi verið í þessu tilfelli og þetta stendur umboðsmaður barna, vörðum börn og spyr þetta og það er bara eðlilegt og því er svarað og svo framvegis. En svo hinn parturinn af ræðunni hjá bæjarfulltrúanum, sko, ég bara botnaði ekkert í honum. Því síður þegar hann fór að tala að þetta ekki leggja meiri álögur á skattgreiðendur en ætti nú þá að gefa frítt í strætó og þar með skella einhverjum 2 milljörðum í viðbót á skattgreiðendur sem þurfa að borga með starfseminni og jafnvel meira því að það er óendanleg eftirspurn eftir öllu því sem er ókeypis. Þannig að ég er ekki hrifinn af þessari hugmynd og það er alveg ljóst að sú stefnumörkun sem hefur verið gerð hér almenningssamgöngur hún mun kosta meira í almenningssamgöngum, það mun kosta að reka borgarlínu og allt það kerfi í kringum það liggur fyrir en það hins vegar sparar mun meira fé á öðrum sviðum og sem að gerir þá ákvörðun og þá fjárfestingu afskaplega hagkvæma fyrir samfélagið og skattgreiðendur og okkur íbúa þessa lands til allra framtíðar. Þannig að það liggja fyrir mjög margar rannsóknir á því og greiningar á því sem að ég ætla nú ekki að vera að útskýra hér en auðvitað mun það þýða það að við sem samfélag þurfum að leggja meira fé í þetta tiltekna verkefni en það mun nýtast okkur mjög á öðrum sviðum. Valdimar Birgisson, þú gefur nú þetta. Forseti, takk fyrir. Við erum að ræða hérna bréf frá umboðsmanni barna vegna verðhækkana strætó eða verðbreytinga strætó og verðhækkana á börn og unglinga. Það var nú bara það sá afmarkaði hlutur sem ég var að tala um. Það er rétt sem kom hérna fram í málefni bæjarstjóra að þessar hækkanir voru kynntar hérna fyrir okkur á sínum tíma og við höfum alveg upplýsingar um það, hvernig þessu væri háttað. En svo kemur þetta bréf, sko, og þá er hún að benda á veikleika í þessu kerfi og það er það sem við erum að tala um, hvernig getum við bætt upp í þessa veikleika, hvernig getum við lagað þetta. Það er náttúrulega eðlilegt að það sé verskar á strætó sé endurskoðuð og auðvitað á hún að vera þannig að hámarka fjölda þeirra sem nota almenningssamgöngur en jafnframt að fá eitthvað í kassan á móti sem að hjálpa til við að lækka það sem að skattgreiðendur setja í strætó. Hérna kom fulltrúi Miðflokksins og sakaði sem sagt fulltrúa Viðreisnar mig það að vilja nota skattpeninga til þess að fjármagna þessa lækkun til barnafjölskyldna. En á sama tíma lagði hann það til að það er frítt í strætó. En það væri einhvern veginn voða hagkvæmt og myndi ekki þýða aukin útgjöld fyrir skattgreiðendur. Ég ætla nú bara í viðurkenni, ég botna ekkert í þeim málflutningi. Það er bara, þetta er einhvers konar Miðflokks lógía sem að við hinn kannski skiljum ekki. Ég reikna líka með því að ég fá svona leyfi til þess að fara út á suður þetta efni eins og gert var hérna áðan. En það var til dæmis nefnt af fulltrúa Miðflokksins að ég hef sagt að það veri 14 fjölskyldur sem hefði ekki efni á þessu. Ég sagði það nú ekki, ég sagði að þetta kemi við 14 fjölskyldur. En svo er nefnt borgarlínu og fara að tala um borgarlínu út frá þessu. Ég skal alveg játa það er svolítið út fyrir efni sem ég ætla að fara nú en ég gerir ráð fyrir þegar ég hafi leyfi til þess vegna þess að það var gert án athugasemda hérna. Og það var sagt að Þetta er mjög langt út. Ég benda það að borgarlínan er mjög löng þannig að þetta er svolítið langt. En sko, það var sagt að borgarlínan væri óframkvæmanleg. Óframkvæmanleg. Það er náttúrulega langt frá því að hún sé óframkvæmanleg. Hún er eiginlega eina viti sem við höfum og eina lausnin sem við höfum á þeim umferðarvanda sem að blasir við að muni skapast hérna til framtíðar, í framtíðin. Sú lausn sem er boðið upp á móti að fjölga umferðarmannvirkjum og beina þeirri umferð í miðbæinn er einfaldlega ekki framkvæmanleg. En engu að síður sko, það er verið að koma á samgöngusáttmáli, það sem er verið að leggja jafnmikla peninga í breytingar á umferðarmannvirkjum
og í borgarlínu. Það er svona svipaður upphæð sem farið þetta. Það er verið og ekki verið að velja á milli einkabílsins og borgarlínunar, heldur erum við að leggja áherslu á það að búa til almennilegar almenningssamgöngur. Með því að setja almenningssamgöngur í sér rými. Og við munum alltaf þurfa að gera það á einhverjum tímapunkti í framtíðinni. Það verður alltaf þörf fyrir það í framtíðinni að það sé almenningssamgöngur í sér rými. Ef við bíðum með það, það verður bara miklu dýrara. Við höfum að gera það núna, sérstaklega meðan við erum að byggja upp borgin eins og við erum að gera. Þannig að það er eina vitið í að færa almenningssamgöngur í sér rými. Pastor Pálsson, þú ert næstur aldurskrá. Forseti, ég þá bara byrja á því að ég vona að við séum ekki að fara að byggja upp borgina, en það er svo annað mál. Ég ætlaði að koma aðeins að þessu með fargjöld í strætó og þannig vill til að ég var á einhverju tímapunkti stjórnarmaður í strætó og þá var hvort það var tekið svo ákvörðun, hvort það var búið að taka hana þegar ég kem inn í stjórn, að það er það frítt fyrir háskólanema. Og þá var talið að það myndi leysa umferðarvanda, það myndi létta undir með háskólanemum, það í þeirra kostnað við að sækja nám. Og það þótti allavega meirihluta stjórnar óásættanlegt að háskólanemar þyrftu að sækja kortin. Heldur væri farsælast að það yrðu útbúin kort fyrir alla háskólanemana, alla sem eru skráðir í háskólan og sem var og gert. Það fóru fram talningar á fjölda innstiga við háskólan, þeim fjölgaði ekkert og það sem meira var að það þurfti að farga stóru hluta af þeim kortum sem höfðu verið útbúin því að háskólanemar hirtu ekki eins og að sækja þau. Þannig að það sem að ég er að reyna að segja með þessu er að þetta er flókin skepna, ef svo má orðið komast, þessi fargjalda ákvörðunar taka og það er ekki á vísan að róa að leiðir sem eru stignar til þess eða ákvörðunar sem eru teknar til þess að auka farþegafjölda, að það eru virki alltaf, jafnvel þó að það á eigi að vera frítt. Það sem að held ég að sé vandamálið er að það þarf að ná upp auknum hraða í þessu kerfi til þess að þetta veri aðlaðandi valkostur og það er það sem málið snýst og það tekur, bara að segja sem dæmi að það er allt upp í þrefaldur ferðatími fyrir mig að fara annars vegar á bíl, einkabíl, mínum bíl eða fara með strætó í vinnuna. Og menn geta sagt að það sé kannski ígjur. Það er vel, það þarf að vera, má ekki vera neinu umferð til þess að þetta sé svona hátt í þrefaldur umferðartími en kannski á venjulegum degi er þetta allt upp í tvöfald. Og fólk þarf að eiga þann tíma. En svo ég kom með nú á efninu, það þarf náttúrulega að huga að þessu málflutningi frá umboðsmanni barna. Ef að þessi hækkun, hún náttúrulega kemur við eins og var komið fram hérna áðan að þetta eru 14.000 fjölskyldur og það þarf bara að greina það á vandaðan hátt. Og ef að þetta á ekki að leysast í gegnum strætó,
Nú, þá ef að þetta er fólk sem á undir högg að sækja í samfélaginu, þá er það félagslega kerfi sem verður þá að koma til ef að staða þessara 14.000 fjölskyldna er með þeim hætti, þá þarf að leysa það í gegnum félagslega kerfið. Það blasir við í mínum huga. Það er ekki bara hægt að yfta öxlum og segja, heyrðu, það er dýrt að vera til. Bara ef að vandi þessara fjölskyldna er með þeim hætti, þá þarf að taka það eftir öðru leiðum ef það er ekki gert þarna. Sigmundur Sigurðsson, þú varst búin að beina þig bæjarfulltrúi. Hvers veginn? Ræðum sem sagt 7. mánuði í fundargerð Strætó. Já, forseti. Já, komið hérna fulltrúar upp og ákveða að miskilja þetta, frekar en að skilja það. Það sem við vorum að tala um voru ungmenni. Við vorum að tala um einstaklinga frá fátækum fjölskyldum. Þar vil ég einmitt sjá niðurgreiðsluna. En hræsnin í bæði sjálfstæðismönnum og Viðreisn lýsir sér í því að þeir eru að kvarta undan gjaldskrá til þess að halda fyrirtæki á floti sem verður ekki haldið á floti, keyrandi fram og tilbaka tómum vögnum. Það er þannig. Ég er ekki á móti borgarlínu. Ég er ekki með þeirri borgarlínu sem við erum að tala um að betri samgöngur er það. Það er til aðrar lausnir. Létt borgarlína hefur verið nefnt á samgöngu fyrir alla sem félagskapur. Og það er til þess að geta ráðið við þjónustu fyrir þennan hóp. Tillaga Viðreisnar og Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks í ákveðnum sveitarfélögum er elítu borgarlína, rauði dregill. Ekki þessi sem ég hef mælt fyrir. Þess vegna er hræsnin fólgin í því að kvarta yfir gjaldskrá sem mun aðeins hækka á þennan hóp verði ekkert aðgert í þessum málum til að létta á fjárfestingunni sem á að fara í almenningssamgöngur. Svo kemur bæjarstjóri hérna upp, ber sér á brjóst hvað þetta er áhugavert verkefni og Viðreisn líka og segir að skipti máli að vera með sérrými. Auðvitað þarf ákveðin sérrými en ekki svo þau eyðileggi umferð fyrir aðra. Og þar kemur Hafsteinn, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, rétt að og segir, það snýst allt um tafatíma. Hver er tíminn minn? Hvað kostar hann? Það skiptir máli fyrir fólk, ungt fólk, að komast í skóla á réttum tíma og það sé öruggt að þeir komist á þeim tíma sem þeir þurfa að koma. Það hefur bara ekki reynst þannig í þessu. Og þetta fyrirtæki, Strætó, er ekki að standa sig og ekki þeir flokka sem hafa verið þarna við stjórnvöld og hafa staðið að því beinlínis að skerða þjónustuna trekk í trekk og nýlega búnir að því. Þannig að ég segi bara, ég vísa þessu öllu til föðurhúsuna sem hér koma á það, vegna þess að það er til önnur borgarlínu lausn sem er ódýrari til þess að mæta einmitt möguleika þessa fólks að fá að fara í strætó með hagstæði kjörum eins og þessu ungmenni sem umboðsmaður barna er að ræða um. Ég segi bara einfallega, strætó verður átt að segja því að þó þið hækki 20% gjaldskrána, þá fjölgar ekkert og vögnunum úr engum í einn endilega. Og á það benti Hafsteinn. Það var reynt að hafa ókeypis í strætó fyrir háskóla. Ég reyndar ekki að tala um háskóla krakka hér. Ég er bara að tala um ungmenni undir 18 ára aldri. Þannig að foreldrar geti tryggt að börnin sín komist á milli staða svo það geti verið í vinnunni. Þetta er bara ekkert að ganga upp. Og það sem að hér hefur verið fjallað ber alltaf sama brunni. Það er hvort að þetta fyrirtæki hefur efnað þessu ekki og stjórnendur segja að við höfum ekki efnað. Og hvað þá þegar annað kemur hérna úr ranni Sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar og fleiri.
Sigríður Gunnlaugsdóttir, þú var búin að byrja mútið þetta mál. Það sem sagt, við hefum nefnt að fundargerð strætó og það var þetta mál og þetta. Já, takk forseti. Ég ætla nú bara að byrja á því að brýna forseta að að gera sitt allra besta til þess að halda umræðin á þessum fundi við það efni sem til umræðu er. Og ég lýsi mig tilbúin til að standa þétt við bak forseta við þær tilraunir. Hér til umræðu bréf frá umboðsmanni barna. Ég ætla áður ég nefni þá ætla ég að segja örstutt. Almenningssamgöngur í sérrými eru nauðsynlegar og við þurfum ekkert að fara að ræða það mikið hér. Við erum búin að ræða það svo oft, bara aukin til umferð og umferðarþungi. Og ég er bara alveg sannfærð að barnabörn okkar allra, meira að segja barnabörn fulltrúa Miðflokksins, munu þakka okkur fyrir að koma þessum miklu úrbótum á fótinn í umferðarmálum á höfuðborgarsvæðinu. En varðandi þetta bréf sem er til umræðu hér, að þá verð ég að fá að spyrja fulltrúa okkar í strætó, því mér fannst ég ekki alveg skilja það á svara hans, að það sem er að tala í þessu bréfi, sem er hið síðara bréf, að þar nefnir umboðsmaðurinn að og ef ég fæ að lesa beint upp úr bréfinu, forseti, þá hafa umboðsmanni ekki borið svör frá stjórnarmönnum Strætó BS það hvernig stjórnarmenn fulltrúa sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem hafa lýst því yfir að vera barnvæn rökstyðja umrædda hækkun á nauðsynlegri þjónustu fyrir börn. Og þá nefni ég bara líka að við sem erum í stýrihóp Mosfellsbæjar barnvæns samfélags, við erum að fara að funda í næstu viku, en hvernig svöruðu stjórnarmenn þessu? Nú kannski ekki öll sveitarfélög barnvæns sveitarfélög, við erum það, og hver er þá rökstuðningurinn? Já, það er beint spurningum til síðan var bara... Eða umræðun að fá á fundinu, verð ég að tala. Já, spurtum svörin. Og gjör svo vel. Eitthvað það, ég hef ekki séð svörin sem hafa borist við þessu bréfi ennþá. En umræðan var þessi og það sem að verið í raun og veru að halda það sem að stjórn Strætó er að tala á sínu fundi er að þetta var auðvitað kynnt hér eins og bæjarstjóri kom inn á hann í öllum bæjarráðum, inn í bæjarstjórnum, og þetta hefur komið fram hér, ég held að þetta hafi komið fyrst fyrir 1,5 eða 2 árum síðan. Það er auðvitað verið að gagnrýna gjaldskrárhækkunina. Hún er prósentulega mjög mikil. En við erum sammála það að hækkunin er líka gerð af því að það er komið nýtt greiðslukerfi í Strætó. Það er til þess að einfalda allt greiðsluflæði. Það er verið að taka út bauka sem hafa verið, sem við þekkjum öll langt aftur í tíman, og það er verið að einfalda með appi og öðru til þess að auðvelda líka ungmennum aðgengið að Strætó. En það sem ég kannski kem inn á er að rökstuðningurinn sem að viðkomandi leitar eftir, það er svo sem engin rökstuðningur fyrir því að hækka gjaldskrá á þennan aldurshóp. Rökstuðningurinn var sá í upphafi að einfalda gjaldskrána. Og það er líka verið að setja gjaldskrána þannig að hún er í samræmi við aðrar gjaldskrár á Norðurlöndunum. Það kostar fyrir ungmenni núna 3.330 krónur á mánuði ef þú kaupir árskort. En það er að vísu samt mun hærra heldur en það var áður. En 11 ára og yngri fá núna frítt í Strætó í staðinn fyrir 6 ára og yngri. Þannig að það er komið til móts við hluta auðvitað af þessum fjölskyldum, ekki allra auðvitað, og sumar fjölskyldur líða fyrir það þar sem að einhver börn eru orðin akkurat yfir þennan aldur. En fyrst og fremst var þetta gert til að einfalda gjaldskrána í heild sinni. Nú, það er ekki á mælendaskrá þetta mál sem við erum búin að ræða og 7. mál.
Það er umræðinni lokið hér á þessu fundi. En orðið önnur mál þannig voru 9 mál. Þetta Sjónsson, þú ert búin að beðja málið. Eitthvað annað. Forseti. Ég kem undir liðnum 4, farþegatalningar 2021 og við erum að sjá fram á það að samkvæmt talningu er örlítil vöxtur á milli árana 19, 20 og 21 og að það hafi örlítið hækkað af innstigum en lágmarkið er augljóslega 2020. Það er svona botninn skrapaði þar í innstigunum. En það virðist aðeins aukast einmitt á síðasta ári, 2021, örlítið í lok árs miðað við árið þar á undan. Þannig að þetta er eitthvað að batna. En þess vegna vil ég spyrja fulltrúa okkar í Strætó á meðan þessi vöxtur hefur átt sér stað, hvers vegna voru þá ákveðið að skerða hvað var að leiðir, sem segja fækka leiðum og breyta því fyrirkomulag. Það er einn spurningu til því núna Bragi, þannig að ég ætla að gefa þér orðið. Já, forseti, fulltrúar, að skerða leiðir eru þetta heildar ákvörðun vegna heildar rekstrarins og hann hefur auðvitað bara verið erfiður fyrir Strætó eins og við vitum öll. Þessar tölur sem að þú vísar í er auðvitað mikið til vegna ferðamanna og svo vegna COVID. Síðan var það að COVID eða ástandi hér á batnaði og þá jókst leið í Strætó og þetta hefur fyllt í raun og veru því ferli en að fækka leiðum er í raun og veru ekki endilega af því að þarna erum við að tala um heildarinnlit en það er auðvitað verið að líta yfir í heildarkostnað og síðan niður á leiðir almennt. Það er líka verið að reyna að fækka eða jafnvel að minnka vagna á ákveðnum leiðum. Það er verið að kaupa nýja vagna sem eru sparneytari eða rafmagnsvagna og jafnvel verið að reyna að fá minni vagna til þess að spara inn í heildina. Já, orðið er sjóðamál og bæjarstjóri og bæjarfulltrúi Haraldur hefur beðið málið. Þegar talningar 2021. Gjör svo vel, Haraldur. Já, forseti bara því að þetta er nú líka komið inn á vettvang eigendafunda þessi mál hjá Strætó og reyndar hjá öllum byggðarsamlögunum líka eða Sorpu líka. Það er náttúrulega það eru bara ákveðnar hamfarir sem hafa verið síðustu 2 árin í rekstri almenningssamgangna. Það er mjög erfitt að reka almenningssamgöngur nánast ekki hægt er að fólk má ekki fara í þar eða þarf að vera í þannig búið að það sé mjög erfitt að vera borð í vögnunum þess utan sem að það þörfin á almenningssamgöngum er minni þar sem fólk er heima og er ekki að fara í vinnu og svo framins. Þannig að það hafa bara verið mjög miklar hörmungar í þessum rekstri núna síðustu 2 árin eðli málsins samkvæmt og bara algjörlega óeðlilegt ástand og þess vegna var farið svolítið bil beggja. Það voru aukin framlög til Strætó en það var líka ætlast til þess að Strætó tæki til líka sérstaklega þar sem þörfin er akkúrat ekki til staðar vegna ástandsins. Og einmitt í þeim tilgangi bæjarfulltrúi Sveinn Óskar að fara vel með almannafé og vera ekki að nota það í eitthvað til þess að eins og þú tíðrætt verið tóma vagna.
Þeir voru vissulega einhverju leyti tómir á ákveðnum tímum vegna þess að það var ekki eftirspurn eftir þjónustunni vegna ástandsins. Og þá eðlilegt að stjórnin bregðist þannig við að leggja til líka hagræðingu, en vonandi þegar að þessu linjum öllu saman þá þá er ég viss það, þá verður eftirspurnin, kemur hún tilbaka og þá þarf væntanlega að fara með þessar ákvarðanir og breyta þeim, en það voru þær hugsaðar meðan á þessu stæði og til þess að bæði að sem ég nefndi hérna áðan að við værum þá að fara vel með fé og líka reyndar að auka framlög til fyrirtækisins. En þetta er ekki öfundsvert að reka almenningssamgöngu fyrirtæki við aðstæður sem þessar. Hafsteinn Pálsson hefur dæmurði, gerð svo vel, Hafsteinn, hvað getur við fjórðamál? Þriðjamál. Já, þú ætlar að ræða það. Sveinn Óskar, þú ert ræða fjórðamál, ekki? Það eins og halvninga 2002, gerð svo vel. Forseti, já, það er alveg rétt sem bæjarstjóri kemur að. Það verður breyting í hamförum og lengi eftir hamfarir. Þá komum við að öðrum punkti, varðandi farþega fjölda og innstig og svo framvegis. Það verður tíðaranda breyting. Rannsóknir sýna það að erlendis að fólk mun fækka ferðum í almenningssamgöngu ef það hefur kost á. Það er svo hin leiðin. Og þá komum við aftur að forsendum fyrir einhverju öðru samgöngumódeli. Þess vegna segi ég að þessi þróun er eitthvað sem mun breyta hegðan fólks. Við erum að vinna meira heima við, tæknin er að breytast og tíðarandinn með. Þannig ég segi bara, þetta er stór þáttur í því að þetta hangi saman í einhverju framtíðar möguleika. En það að byggja borgarlínu upp er ekki fyrir almenning í þessu. Þetta er bara rauður dregill fyrir þá sem er að byggja á þessum dýru lóðum sem verða meðfram henni. Það er engin fastið frekar ljóðsum fjórðamál sem þetta fyrir við farþegartalninga 2021, þannig umræðan í lóðsum. En Hafsteinn Pálsson hefur beðið þriðja mál. Það heitir útboð og akstri. Gjör svo bæjarfulltrúi Hafsteinn. Forseti. Það er þetta blandaða hagkerfi sem er rekið af Strætó. Það er eigin akstur og svo akstur sem er boðin út. Og á undanförnum árum, eða til margra ára, þá í hvert skipti sem kemur að því að er verið að bjóða út aksturinn, að þá er verið að horfa til þess hvert hlutfallið eigi að vera á eigin akstri og akstri einkaaðila sem sinna akstri fyrir Strætó. Og ég vil bara hvetja til þess að þetta verði skoðað gaumgæfilega og ef einhver kostur er að auka aðeins frekar það sem boðið er út. En ástæðan fyrir því að það er talið þörf á að vera með akstur á eigin vegum er að hafa samanburð kostnað við annars vegar akstur á eigin vegum og hins vegar það sem að þeir sem að bjóða í og keyra á einkaaðilar að keyra. Þetta hefur oft verið nefnt sem rök fyrir því að það þurfa að vera ákveðið hlutfall sem að er af Strætó og síðan er náttúrulega að í gegnum tíðina þá hefur þetta verið aðrir hlutar af launþega í öðrum launþegasamtökum, þannig að það leggst ekki alltaf ef að þannig vill til á atvinnumarkaði. En ég bara hvetja til þess að þetta verði skoðað mjög gaumgæfilega og tekið það sem er hagkvæmast fyrir reksturinn og það er allavega sýnt sig í fyrri útboðum að það er hagstætt að bjóða út og notum það. Takk. Sveinn Óskar.
Þetta mál, útboð og akstri, gjör svo vel. Forseti, ég bara tek undir síðasta ræðumann, hans innlegg hérna. Það þarf, sko, við erum að tala um það að 50% af útgjöldum strætó er að fara í verktaka sem er ekki aka á vegum strætó. Og er bara ekki best að láta á taka í þetta þegar hvort er gríðarlegur hagsmunaaðili inn í strætó. Þetta eru kynnisverðir og hópbílar. Mér finnst bara allt í lagi að eins og í öðru þá sé þetta búið allt út í einu. Allur akstur. Svo má nefna annað í sambandi við þetta. Það er að gera kröfur hjá Reykjavíkurborg útboð að það sé ákveðin staðall á þeim vögnum sem að keyra. Evrópsstaðall, varðandi útblástur. En strætó gerir það ekki eins og til síns eiginsrekstur með gamla vagna. Og er með gamla vagna í rekstri og bjóða svo út annars staðar og ætlast til þess að aðrir sem er allt upp á punkt og prikk. Þetta er alveg hárrétt sem bæjarfulltrúinn nefndi hérna á að kjarasamningar eru mismunandi og svo koma hérna inn þannig hlutir að reynilega sko að strætó er ekki með vagna sem henta og er ekki bara samkvæmt stöðlum. Gamlir, úreltir vagnar. Og ég segi bara eins og er sko tilraunastarfsemi með vagna eins og suma kínversku vagnar sem að bara er ekki að virka. Samkvæmt mínum upplýsingum, bara er ekki að virka. Að hafa þetta upp á borðum, bjóða þetta allt út og láta þá sem að kunna þetta reka sína vagna og reyna að frekara hafa áherslu á það að vera ekki að þrengja göttuna heldur að koma þessu vögnum frá A til B. Það er ekki hvað sem frekar við þetta mál, afsakið Haraldur Sverrisson, eða útboð og akstri, Bara ástutt, forseti, ég er nokkuð viss um það ef að sveitarfélögin í Kraganum ættu ein strætó, þá væri búið að bjóða þetta allt út. Þá væri örugglega nánast 100% verktakar að keyra strætó. En það vill svo til að það er eitt sveitarfélag sem er stærsti eigandinn í strætó og meirihluti eigandi í raun og veru sem eru ekki verið þeirra skoðanar. Ég sé enga hönd á lofti þannig að ég vil fá þessu lokið þetta mál. Þetta var þriðja mál. Við höfum rætt málum í 3, 4 og 7 í Fundargerðsstrætó. Þannig að 9 mál dagskrá og ég ekki voru laust eitthvað annað mál. Það gefur engin merki, þá líti svo að umræðinni lokið og þessi fundargerð var fram. Það voru 6 fundargerðir eftir, allar til kynningar og það vil nú þannig til núna að þær eru 5 af þeim eru frá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Þeir fundaði mjög oft í kringum áramótin, það var vegna Covid og bólusetninga sem kemur fram í fundargerðum. Þannig við tökum það hver annarri, það eru reynda þannig að fyrsta fundargerðin hér sem við ræðum er frá 28. janúar og síðan er svo síðasta frá 17. desember. Við sjáum það á númerunum að það liggur þannig. Ég ætla að gefa orðið laust fyrst fundargerð númer 237 hjá stjórnslökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Það var fjarfundur haldinn 28. janúar síðastliðinn. 8 árdegis 3 mál á dagskrá þar. Akureyris Ingi Ljós, þá var hún lögð fram. Síðan kemur fundargerð sem er ekki frá slökkviliðinu heldur frá samstarfsnefnd skíðasvæðanna. Sá fundur hafði 27. janúar síðastliðinn. Það var fjarfundur líka, það var 1 mál á dagskrá. Það var skíðavist í Skálafirði. Ný eða notaðar, spurningamerki. Það er orðið laust. Það er Akureyris Ingi Ljós, þá er hún lögð fram. Þá fyrir við aftur í slökkviliðið, eða stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Næst tökum við fyrir fundargerð númer 236. Það var 1 mál á dagskrá. Fundurinn var haldinn 14. janúar, það var samningaviðræður hjúkrunarflutninga. Ekki orðið laust. Akureyris Ingi Ljós og þá var hún lögð fram. Og við teljum hérna niður því að næsti fundur sem við ræðum er
frá 4. janúar í stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 2 mál á dagskrá, COVID-19 og bólusetningar barna. Ekki voru list. Hún lögð fram þessi fundargerð og þá koma áramót og 29. desember var haldinn fundur í slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Það var líka COVID-19 og bólusetningar barna á dagskrá og sem ekki gefur orðið laust. Það kveður sig ekki ljós og þá var hún lögð fram og þá kom það síðasta fundargerð þessa fundar. Það var enn og aftur stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn 17. desember, skömmu fyrir jól, 2 mál á dagskrá, bólusetningar barna og áramótabrennur sem að urðu að þessu sinni engar á höfuðborgarsvæðinu vegna sóttvarna. Það var þess átími liðinn en ekki voru laust þessa fundargerð, kveður sig ekki ljós og hún lögð fram. Og fleira liggur ekki fyrir þessu fundi ágætu bæjarfulltrúar. Það var boðað til næsta fundar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 23. febrúar næstkomandi klukkan 16:30. Ég þakka ykkur fyrir fundarsetninguna og segi fundi slitið.